Góðan daginn, kæru hlustendur. Mér langar örsnugt að minna ykkur á að það hægt að finna þáttinn á öllum helstu hlaðvarpsveitum, hvort sem það Apple Podcasts eða Spotify, og subscriba eða followa, fylgja á þeim báðum. Það væri mikils metið og mikill stuðningur við þáttinn ef þið myndi gera slíkt. Annars þátturinn í dag í boði Origo og gestur hans Hrefna Rósa Sætran. Hrefna að sjálfsögðu landsþekktur kokkur og business drottning. Rekur 2 stærstu veitingastæði landsins, fiskmarkaðinn og grillmarkaðinn ásamt Skúla Kraftbar. En það sem þið vissu kannski ekki hana að hún æfir núna kraftliftingar, stundar laxveiði, æfði kickbox, var kundalini jógakennari, margfaldur Íslandsmeistari í samkvæmistansi, ballett, gömludönsunum og sama tíma mikill hip-hop-haus, eins og það kallast. Gaman að tala við hana Hrefnu matargerð, veitingabransan á Íslandi og út í heimi og vegferðin hennar í veitingarekstrinum hingað til. Þið getið sýnt þættinum stuðning með því að velja styrktaraðila þáttarins í næstu búðaferð og þið getið sýnt líkama ykkar og heilsu stuðning með því að velja vörur frá Rapunzel. 100% lífrænar og ræktaðar án allra illgresis og skordýraeyða. Nákvæmlega eins og við viljum hafa það þegar kemur að matvælum. Prófið endilega hnetu, döðlu og kókos og möndlusmjörinn frá Rapunzel næst þegar þið eiginlega í búðina. Þið munið ekki sjá eftir því. Ólífa sömuleiðis gjöf til líkama þíns hágæða ólífóljur frá hjónunum Ásu Reyins og Emil Hallfreðs. Olíurnar fylgdu íslenskara karlalandsliðinu í knattspyrnu til Rússlands á HM hér árið. Það kom ekkert annað til greina en ólífa. Svo strangar voru gæðakröfur liðsins olíur þegar allt lá undir. Sjöstrand býður öllum heppnum hlustendum sem langa í hágæða kolefnissporslaust, það orð hérna frá, og lífrænt kaffi 10% afslátt með kóðanum Snorri á sjöstrand.is. Ég veit hvað ég að tala þegar ég hrósa Sjöstrand. Það bollaður sem fyrir fram mig og hefur verið það í öllum síðustu þáttum. Það föstudagur akkurat núna þegar þessi þáttur tekin upp og föstudagskvöld svo innilega mikil pizzakvöld að leikur beinast við að þið raungeri stemminguna sem ég að upplifa núna sama hvaða dagur það hjá ykkur. Dominos 2 tilboð, tríó tilboð mánaðarins, hópa tilboð, yfirlit yfir öll tilboðin hjá Dominos finnur þú á dominos.is eða í appinu þeirra. Sömuleiðis sérðu spennandi nýjungar á matseli hjá þeim eins og spicy cajun brauðstangir og meat and cheese brauðstangir. Það hömlulaus vöruþróun í gangi hjá þeim hjá Dominos. Liggur beinast við að þið grípa ykkur eitt stykki topp með pítsunni. Toppur fáanlegur mismunandi bragðtegundum, epla, án bragðefna og límónu og sítrónu toppur. Ég mæli með honum í dós því það virðist vera stemming fyrir því á öllu landinu núna. Réttilega því toppur hefur aldrei verið betri en akkurat í dós. Þakkir til styrktaraðila þáttarins og þakkir til þín fyrir að hlusta. Vonandi hefur gaman að þessu viðtali við Hrefnu Rósu Sætran. Gjörðu svo vel. Ef við gefum okkur það væri bara gott veður á Íslandi, heilt sumar. Við myndum fá bara 3 mánuði röð, gott veður, engin pestaganga, mikil mannmerð í miðbænum og þú ættir að opna matarvagnar. Hvað myndir þú bjóða upp á? Þetta Íslendingar og útlendingar? Þetta ef að gefa okkur að þetta sé bara íslenskt sumar. Já, þá myndi ég hafa Íslendingar mjög hrifnir af einhverju svona smá fast food einhverju. Okay. Þannig ég myndi örugglega hafa svona eitthvað taco dæmi. Alvöru taco. Og hún myndi vera bara að standa vaktina sjálf með einn sous-chef bakvið. Já. Og taco bara með öllu. Nei, ég er með smá svona passion fyrir taco sko. Okay. Svona alvöru taco. Förum bara í Ítalía í þetta. Hvað það að bjóða upp á þetta? Sko, í Oaxaca, í Mexiko, ég til dæmis komið þangað. Okay. Og það var svolítið svona menningasjokk fyrir mér. Ég hafði aldrei komið á svona framandi stað. Og maturinn þar var eitthvað alveg nýtt sko, fyrir mér. Og ég var svolítið hrifin af þessu. Og stúderaði þetta mikið eftir að ég kom heim. Og þá svona eins og al pastor sem svína síða sem marineruð og alls konar grilluð, ég myndi að hafa það. Það svona eitthvað allt öðruvís heldur en að setja bara rækju eða eitthvað, sem svolítið svona augljóst. Einmitt. Þannig ég myndi gera eitthvað svoleiðis. Ok, en af hverju segir Íslendingar versus útlendingar? Myndirðu breyta koncept eða væru útlendingar að koma? Útlendingarnir myndu vilja fá eitthvað meira svona íslenskt. Já, auðvitað. Þeir koma til Íslands og vilja fá eitthvað íslenskt. Ok, einmitt, það meikar mikið sens. Þannig að svínakjöt ekkert endilega vinsælt hjá útlendingum, skilurðu. Einmitt. Þannig að þú ertu með hugmynd hvað myndir gera að vera útlendingar? Sko, þeir náttúrulega elska fisk. Þannig að örugglega eitthvað fisktengt, skilur ég myndi kannski hafa bara geggjaðan plokkfisk. Já, það? Já, ég elska plokkfisk. Geggjaði plokkfiskur líka geggjaður. Já, það ógeðslega gott, einfalt og gott. Hann Gísli Matthías var með svona cod wings, hefur þú séð það? Já, ég sé það. Bara þú varst að tala svona fiski í dæmi, sko. Það mér finnst bara svo sniðugt líka. Geggja sniðugt. Kjúklingavangi úr fiski. Já.
Það ógeðslega flott. Ekki smá svona, í líka Mexíkó, og það, nú ert þú með 2 svona, hvað myndir þú kalla, fine dining staði? Já, þeir eru náttúrulega svona, hvað segir maður, casual fine dining, já. Fiskmarkaðurinn og grillmarkaðurinn. Já. Og síðan fer þarna til Mexíkó. Er ekki svolítið svona street food menning, einhver svona vagnar og þess aftar þar líka? Jú, það mjög mikið af því. En líka alveg fínir veitingastæðir. Það? Já, og ég fór alveg á nokkra þannig að... Og eru þið með svona, er þetta eins og þess að tala um þess að svínasíðu, er það kannski svona bara þeirra, eins og við viljum fá fiskinn hérna á Íslandi, þá eru þeir með eitthvað svoleiðis þar í gangi, smá þjóðaréttur? Já, og líka þeir eru með eitthvað svona kjöt sem er svona barið út, ég man ekki alveg hvað heitir, og saltað og skorið þund, ég man ekki hvað heitir, en það er ógeðslega gott líka. En þeir eru með, það er og svo er alltaf að gera þetta salsa, þú veist, við borðið hjá manni, bara erum með tómata og hella smá með skal út í. Hvað er með skal? Það er svona eins og, það er búið til úr úr svona kaktusávesti, eins og tequila. Wow. Svona vín. Áfengt? Já. Ok, hella því út í salsa? Já. Gekkja? Og það er bara að drykja út eins og vatn. En ég get ekki drykja eins og vatn. En mér finnst þetta, allt sem múrt að lýsa, mér finnst þetta allt einhvern veginn svona, ég sé þetta svo mikið fyrir mér í street food stemmingu, frekar heldur en eitthvað setjast niður á fína veitingastað og fá sér salsa. Já, en það er mitt sko, komið svolítið óvart, að því að oft talaði skilja, maður á ekkert endilega að vera að borða street food matinn, bara på magan, að maður ekki veikur sko. Þannig að ég var ótrúlega mikið bara á sem veitingastöðum og það var ótrúlega flott bara hvernig þetta var sett allt upp. Þú veist hvernig þjónustan var bara, út af maturinn er náttúrulega bara partur af þessu. En svo er það líka bara diskarnir og þjónustan og umhverfið. Þú veist, það er að gera allt alveg svolítið svona flott, skilur. Já. Sama hvað það er eiginlega. En þú er náttúrulega farið út allan heim að skoða bara svona, hvað sem er, þjónustu? Eða þú veist, bara veitingahúsarekstur út allan heim, eða ekki? Ég ferðast aldrei, jú. En jú, ég farið til dæmis líka til Japan. Já, þú ert mikil japanskona. Já, ég elska Japan. Hvaðan kemur það? Ég bara veit það ekki. Þetta er ógeðslega fyndið. Ég fór bara í fyrsta skipti þegar ég gerði sjónvarpsþátt Smakk Japan. Einmitt með símanum. Já, það var bara fyrsta skipti sem ég fór til Japan. Okay. En þú veist, þangað til í lífinu hef ég bara verið rosalega einhvern veginn miðuð, þú veist, við Japan. Ég veit ekki hvaðan það kemur. En þú veist, það er eitthvað í mér sem að, þú veist, kannski var ég bara japansku fyrirlífið eða eitthvað. Mjög líklega mér að segja. Já, ég held það. En er það matagerðin frá Japan eða er eitthvað fleira, þú veist, ertu svona, þeir eru með, hvað sem er, svona mikið aesthetic, bara, þegar eitthvað japansk þá svona svolítið sérsta, sko. Það er eitthvað svona tilfinning í kringum þetta. Þetta er ekki bara matagerðin, eða? Nei, bara þegar ég kom út, ég var bara eitthvað svona, vá, þú veist, ég fílaði mig geðveikt mikið. I'm home, bara. Já, ég bara, það er einhvern veginn svona bil á milli fólks einhvern veginn, það var svona virðingar einhvern veginn, ég labbaði einu svona ámannesku þú veist, ókslega skrítið að þau passa, það er svo mikið af fólki en samt er enginn að klessa á neitt, skilur ótrúlega, mér finnst það rosa þægilegt einhvern veginn og svo er svo í það sem heitlaði nei, mér finnst það bara svo þægilegt að vera einhvern veginn í svona structure, svona, þú veist, að vissu bara allir einhvern veginn hvernig allt virkaði þú veist, og svo í strætó og lestinu og svona, þú veist, það var allt í minni stærð þú veist, það var mjög þægilegt líka já, meðalhæðin aðeins lægri þar. Já, og svo líka bara maturinn alltaf geggjaður. Ok, hvað erum við að tala um? Hvað er svona japanskt? Það er alltaf auðvitað sushið? Já, og svo eru, þú veist, alls konar svona ramen, réttir. Það er alltaf geðveikt, fór á ramen sapn til dæmis og lærði að gera núðlur og súpu og þar var ég mikið í svona street food dæmi, sko. Já, einmitt. Já, hvað bara að kýla á það. Ég var enda líka alveg í mánuð að núti, þannig að... Varstu svona lengi? Já. Og hvar varstu? Þú varst í Tókíó? Já, og við fórum til Osaka. Já. Nei, Osaka. Við fórum til Kyoto, sorry. Já, einmitt. Og Okinawa líka. Það var mjög sérstætt þar. Er það ekki eyja þarna fyrir neðan? Jú, það er aðeins fyrir utan. Og það er svolítið svona eins og að fara í 8. áratuginn. Það er einhvern veginn allt öðruvísi en hitt. Hitt er meira svona framtíðin, þú veist. Og Kyoto er svona mikið fortíðin, en hitt var svona meira eins og fara bara 8. áratuginn, einmitt. Ok. Og þú varst líka alveg að fíla það það er ekkert bara svona Tókíó ég myndi ekkert fara þangað aftur sko ég myndi fara eiginlega mest ég myndi fara til Tókíó og Kyoto og bara reyna að vera smá þar minnst það alveg geggjað já, ég hef heyrt geggjað hluti Kyoto já. Og það er mitt svona, það er, hvað segir maður það er mikil svona hefð og kúltúr þar, en á miklu meira svona gamaldags máta heldur það er sko kallað borghófana og það er svona hóf út allt sem er bara ótrúlega gaman að fara að skoða Og hvað með svona wet markets og eitthvað svoleiðis? Er eitthvað þannig í Japan?
Hvað er wet market? Svona, hvað segir maður, það sem að COVID á uppruna sinn að rekja, það sem bara, þú veist, öllu slengt fram dýr af öllum toga, leðurblökur eða þú veist, túnfiskur og þess að það. Ég fór á svona risamarkað, þannig aðalmarkaðin og það var samt bara mjög eðlilegt. Það var ekkit svona eitthvað sem var skrítið, þannig, auðvitað var eitthvað skrítið, en það var allt mjög snyrtilegt og þú veist, það einhvern veginn í Japan mikil svona virðing borin fyrir öllu. Þú veist, eins og þegar þeir eru að veiða eins og hörpudisk til dæmis þá skipta þeir því svona 4 hólf og taka bara úr fyrsta hólfinu og svo færa þeir skilur í næsta þú veist, þeir passa alltaf að klára ekki hlutina, skilur þeir minna þú veist, þannig að þá nota þeir bara minna af hörpudiskunum, þú veist, það verður aldrei búið í sjónum Einmitt. Þú veist, þannig að það fíla ég líka Já, hann er kannski svona smá virðing hérna líka þó svo það kannski auðvelt að vera gráður þarna, þá er það samt svona að passa upp á umhverfið sitt. Já, og þú veist, þeir eins og Yuzu ávöxturinn, hann var komin í útrýmingahættu, þá bara hækkuðu þið verðið á honum upp úr öllu valdi, þú veist, til að passa upp á skilur frambúðið, til að reyna að klára hann ekki. Hvað er Yuzu eiginlega? Það er sítrusávöxtur sem er svona, það er oft sagt, blanda af læm og sítrunu, en það er eiginlega ekki blandaði, það er bara alveg sér, bara svo nýr ávöxtur. Ok, fyrir þjálfaða bragðlauka. Já, hann er rosa góður sko og svolítið minni En hann er ennþá frekar dýr eða ekki? Hann er mjög dýr Þú færði hann Yuzu Sava eða hvað sem það er rosa dýrt hráefni og það er líka bara það að þeir eru að stýra magninu, skilur Ok, þannig að hann er dýr út að hann er í rauninni bara smá útrýmingahættu Já Ávöxtur Já, hann var það og þá bara hækkaði allt svo bara þegar hann er til aðeins meira á honum þá minnka verðið Þú veist, þeir bara stýra þessu svona eins og okkur verðbréfum eða eitthvað. Ok, wow, þannig að hlutabrifin í Yuzu eru frekar akkurat núna. Já, nákvæmlega. Ok, það er enda geggjað, já, og einmitt að þessi að passa upp á þetta. Allan hljómar eins og Japanir séu með allt þetta álás. Já, mér finnst það svolítið cool. Já, einmitt, það er vel gert. En eins og bara, sushi gerð og svona, og náttúrulega ein vinsælasta bara heimildamynd í heimi, Jiro Dreams of Sushi. Hefur séð hana? Já. Sko, það er náttúrulega eitthvað annað, sko, mér finnst það einhvern veginn svona kristallega einhver japansk gildið þarna, að þú veist, að sonurinn sé orðinn 65 ára og er ekki ennþá treyst fyrir að taka við staðnum og það er gamli fuskurinn þarna er orðinn nýraður og vill ekki, treystir hún ekki fyrir því að taka við. Einmitt. Það er eitthvað svona rosa hefðalegt, en það er svo ótrúlega mikil eitthvað svona fáun yfir öllu þarna. Veist, er þetta líka eitthvað sem að, þú veist alveg var við þetta þarna út í Japan? Algjörlega. Þetta er alveg, fólk svona ákveður eitthvað sem það ætlar að gera Þú veist, og svo bara æfið þessu og æfið sig. Þú veist, það var til dæmis einn lítill strákur sem var alltaf að æfa svona hafnabolta í götunni sem við leigðum í 2 vikur og hann var alltaf, milli 5 og 6, bara þú veist, að æfa sig á fullu. Og ég var bara, vá, þú veist, hann var ekki sérstaklega góður, en hann var alltaf að æfa sig. Ég var bara eitthvað, veist, þetta var svo magnað eitthvað að fylgjast með þessu. Þannig að þetta er mjög ríkt í Japanum, bara velja sér einhvern veginn eitthvað, þú veist, eða taka við ykkur í fjölskyldubusiness, þú veist, og bara æfa sig og bara verða best í því einhvern veginn. Einmitt, og þau eru, veist, þetta er náttúrulega bara klikkumynd og ég veit ekki hvaða dæmi ég ætti að taka en þú veist, það er bara svona, veist, eins og þeir eru bara eitthvað 5 ár að búa til eitthvað svona eggja, frauð þarna og síðan líka, og þú ert að tala um að svona, hvað sem er, endurtekningar, æfa sig aftur og aftur, er ekki sushi rofa mikið bara svona tilfinningu fyrir bara stærð á bita og öllu svoleiðis þegar þú tekur magnið af hrísgrónum og svona, er ég bara að segja eitthvað? Nei, það er þannig, það er alveg bara eins og við erum búin að komast á fiskmarkaðnum, þú veist, þá er ein svona nigiri, þetta er nigiri-koti hann er 22 gram, þú veist og þeir sem eru orðin góðir að gera að þeir vikta og þeir ná alltaf sömu þyngdinni, skilur Einmitt, þannig að við erum alveg að gera þetta hjá okkur, skilur bara aftur og aftur og aftur þá getur þeir bara þú bara finnur þetta í hendinni, skilur hvernig þetta er og hvernig það á að vera En ef þú ert að koma hann í fyrsta skipti í Japan hvar lærir maður að gera sushi almennilega ef maður hefur ekki farað á það? Sko, ég er náttúrulega byrjað að læra á apótekinu sem er sérst ekki apótekið sem er núna heldur gamla apótekið sem var sérst 2019 þá, nei, 2009 þegar ég er 19 ára Já Ok, rugglið 1999 1999? Já, wow Þegar þú ert 19 ára? Já, okay. þá byrjaði ég að læra að vera kokkur á apótekinu og það var sushi á matselinum þar og það var bara fyrsta sem ég átt að gera þú veist, ég kom bara að ætlaði bara að fara að vinna þarna þú veist, ég vissi ekkit alveg þá að ég ætlaði að fara að læra að vera kokkur og ég kem að inn og það var bara svona, heyrðu, þú átt að gera sushi ég ekki, ok og fekk wasabi í teskeið og það ekkert smakkað sushi að þér og hún sagði mig, stelpur sem var að kenna mér bara smakkaði þetta og ég smakkaði wasabi og bara wow, hvað þetta er sterkt og hún sagði, þetta er ógeðslega sterkt passaði bara að setja ekki mikið af þessu þannig að hún var að kenna mér skilur bara svona, með því að láta mér smakka ógeðslega sterkt, bara ekki setja mikið af þessu Þetta er bara eina reglan í sushi, ekki mikið af þessu og svo náttúrulega var bara að vera að gera sushi þarna, alls ekki eftir einhverju
veist, þetta var ekkit eftir bókinu, skilur. Þetta var bara svona eftir lúkkinu aðalega, þú veist, og auðvitað búið eitthvað að lesa sér til en ekki beint svona rosa mikil þekking á baku það, en þetta var alveg samt flott og þú veist, örgulega bara með fyrsta sushi á Íslandi. Já, og þegar þú sagðir að þau buðu upp á sushi þar, var þetta ekkert venjan þarna á íslensku matamarkaði? Nei, það var ekki, þú veist, og það var líka bara eins og túnfiskur, þú veist, það var ekki túnfiskur út allt á, skilur. Það var bara mjög sjaldgæft hráefni. Fyndið eitthvað að hugsa út í það núna, já, einmitt, túnfiskur í olíu og eitthvað svona en er ekki líka bara eins og með avokado og eitthvað svoleiðis, þetta er bara orðið, þetta var ekkert svona algengt í gamla daga. Nei, það var bara, það er rosalegu munur bara frá því ég byrjaði fyrir 21 ári eða eitthvað núna á hráefnisúrvali, sko. Þetta er bara alveg heiminn að haf. Og hvað erum við að tala um, er það eitthvað, þú veist, mér finnst þetta svo þetta er bara, mér finnst þetta svo basic í rauninni, bara ef við notað það orð, bara eitthvað sushi og avokado og túnfiskur og eitthvað, þetta er ekkert framandi, sko. Það var bara eins og, þú veist, gulrætur, blaðlaukur, þú veist, þetta var bara svona nokkra tegundar grænmeti, skilur, sem var verið að nota þá, þú veist, auðvitað var hægt að örugglega kaupa alls konar, en það sem var í gangi á veitingastöðum og svona, þú veist, það var ekkert allt sem er til í dag, sko. Nei, einmitt, en skapast þá ekki líka smá rými fyrir það að, ég meina, þá náttúrulega bara must að fólk fara að læra eitthvað úti, eða ekki? Og komi kannski heim með þekkingu á, þú veist, betri þekkingu á sushi eða... Það er algjörlega þannig, að fólk byrja að ferðast og læra og sjá meira og, þú veist, bara kynna sig meira sjálft. Já. Og líka bara fólk Íslendingar, skilur, þau byrja að ferðast meira og verða kröfuharðari og vita meira. Þú veist, við erum alltaf mjög framalega alltaf Íslendingar, vitum rosa mikið, finnst mér. Eða þú veist, við erum alltaf svona með á nótunum hvað skilur allt, með alla tækni bara á svona. Einmitt. Þú veist, og það er líka í matnum. Ég meina, það er allir bara eldandi heima á sér alls konar bara geggjaða hluti. Einmitt, og síðan alltaf, þarna var það bara í orðsins fyllstu, bara þú þurftir að fara ekkert út og sjá einhverja svona nýja strauma og koma síðan heim og sjá þá í rauninni hvað vantaði. Já. En núna með internetinu, þegar þú sér bara allt án þess að mæta á staðinn, er það ekki líka eitthvað svona sprenging eða? Algjörlega, það er alveg bara, þú veist, það er svona tískurhráfni náttúrulega í gangi og það er bara, mikið líka bara á Íslandi sem það er notað og matur sem er í tísku og alls konar. Hvaða matur er í tísku núna? Það er rosa hamburgarar, eða svona léttur, það er í alveg svolítið þannig tíska fyrst mér, þú veist, svona létt, líka bara Íslendingar eru svolítið hrifnir af léttu svona þannig, inn á milli. Léttu? Þá er ég að meina svona léttari stemmingu, þú veist, sem er alveg, bara margir flotti staðar að opna, sem eru með svona léttari stemmingu, þú ert ekki endilega að fara, sem þú getur farið svona ofta á, skilur. Já, ég skil, þú ert ekki að fara út að borða. Nei, þú ert bara svona, fólk er meira bara farið að grípa sér eitthvað, skilur. Það er ekki endilega núna í dag alltaf að elda öll kvöldvikunar, þú veist hvað ég meina. Einmitt. Og líka allt þetta take away og allt sem er í búði. Þú veist, þannig að það er meira verið að, þú veist, nýta sér alla veitingastæðana fyrst mér í dag. Einmitt. Heldur en var, sko. En það er líka þá, þú veist, það er, ég meina, voða mikill svona, hvað maður að segja, það er mjög margir staðir sem opna og loka sem maður, en fiskmarkaðar og grillmarkaðar, þessi tveir staðir sem þú ert búin að vera með, ég meina, þeir eru búin að standa ansi lengi, ég meina, þú varst að segja mér að hann opnaði 2007 fiskmarkaðin, þannig er komin tæplega rúmlega 14 ár núna. Er það ekki bara nokkuð mikið? Jú, það er það. Það var náttúrulega, þú veist, líftíminn í bransanum, ef maður segir það, þú veist, hann var bara svona 6 ár, einu sinni. Var það bara að vita það? Já, það var, ég maður bara, þú veist, veitingastæðir urðu bara eitthvað svona 6 ára. Þú veist, það var mjög algengt, þú veist. En svo er það öll vinna sem fer í það, skilur að viðhalda stöðunum, þú veist. Mér finnst eins og bara fisk og grill vera bara miklu betri í dag. Hvað er fisk og grill? Fiskmarkaður og grillmarkaður. Þú veist, mér finnst staðirni vera, skilur að því við hugsum vel um þá og erum bara alla daga alltaf að vinna í, skilur að halda þeim við og mér finnst þið bara vera betri, skilur, ef eitthvað er. Þannig að þú veist, í gamla daga var einhvern veginn svona opnaðu staður og svo bara var hann eins og þá náttúrulega eftir x tíma er hann kannski orðin þreyttur og einhver annar staður opnar, skilur, og þá bara fer hinn og gleymi sér eitthvað, því ég veit það ekki. Einmitt. En þú veist, ef maður viðheldur alltaf og leggur mikla vinnu í það halda öllu, vera bara á tánum og opinn fyrir öllum nýjungum og passa upp á það allt, þú veist, það finnst mér óbúslega mikilvægt. En hvernig, ég meina, þú veist, það er örugglega svona easier said than done. Það er að bara vera á toppnum og halda sér ferskum og allt svona. Ég held að það sé svolítið erfitt og það er líka bara einfalt einhvern veginn að auðvelt að staðna að einhver leiti án þess að vita og allt í ennum að bara svona komin eftir á. En það sem líka bara magna við þessu staði er að þú ert búin að vera á baku á allan tíman. Það er aldrei fengin inn einhvern nýjan aðila sem að, þú veist, þú hlýtur örugglega sjálf líka að vera duglega að uppgöta þig og bara svona uppfara bara svona nýjustu strauma þarna. Já, algjörlega. Þú veist, ég er mikið að kynna mér alls konar og svo náttúrulega er fólk að vinna með okkur á stöðunum sem eru
kokkar og þjónar og það kemur alltaf, ég er mjög duglega að hlusta á líka fólki í kringum mig, mér finnst það opbúslega mikilvægt að leyfa öllum að taka þátt og þannig náttúrulega nær maður að búa til geggjaða hluti með svona smá liði, skilur og fá síðan kannski eitthvað nýjan inn hér og svo hættir eitthvað, skilur bara svona endur nýjans í því líka og þá bara finnst mér hlutinni ganga mjög vel. Ok, og fiskmarkaðurinn þegar hann byrjaði og fiskmarkaðurinn dag, þetta 2 mismunandi staðir eða? Já, þetta náttúrulega svolítið búið að breytast. Þegar við opnum fyrst, þá var náttúrulega 2007 og bara þá var allt annað dæmi í gangi heldur en núna og svo kom alveg útlendinga sprengja, þú veist, og þá náttúrulega aðlögu við aðeins matselin í áttina að þeim, þú veist, þeir vildu öðruvísi hluti, en svo erum við búin að fara alveg tilbaka aftur núna og erum rosa mikið bara komin í, við erum búin að opna aftur í hádeginu og búin að gera alls konar hluti sem að Íslendingarnir fíla mjög mikið og erum mjög mikið í gangi núna þannig erum við svona friðandi föstudaga og alls konar mjög skemmtilegt. Já, þannig að í rauninni er þetta líka það sem þú ert svolítið að lýsa þarna kannski smá rekstrar áherslur það breyta svolítið, bara þegar útlendingarnir koma þá þarf það aðlagast aðeins að þeim síðan þegar það er ekki nóg að þeim þá þarf það að breyta staðnum aðeins og hann hendi Íslendingum betur. En þú veist, hann er samt þegar ég er að segja breyta svona, þá er ég bara að tala um 3%, skilur. Staðurinn er alltaf náttúrulega sami staðurinn, þú veist, en maður svona aðeins breytir áherslunum, skilur, eftir hvernig kúnarnir eru, sko. Okay. Og svo vissum tíma, þú veist, ársins, þá kemur fólk frá þessu landi mikið, skilur, þannig að þetta er svona aðeins og það er svolítið að vera vakandi fyrir þessu, sko. Ok, gefa mér smá innsýn í þetta, á hvaða tímum kemur hvaða fólk og það er svo, koma kannski fullt af Amerikunum, þeir borða allt öðruvísi mat heldur en, skilur, normenn eða eitthvað, þú veist, þannig að maður þarf aðeins að svona vera opin fyrir því hvað þau vilja, þú veist, þau vilja ógslátt eitthvað svona hlýðasalat og, veistu, eitthvað svona hlutir. Algjörlega. Og frakkar vilja alltaf rosa mikið brauð, þú veist, þannig að þetta er svona meira þegar útlendingarnir eru á landinu. Þannig að staðurinn er alltaf aðeins að sveiflast þessi 3% bara svona til þess að aðlagast þeim gestum sem er að koma í einhverjum bylgjum. Já, og við náttúrulega leggjum rosalega mikið upp úr góðri þjónustu, þú veist, þannig að við hlustum ábúrslega mikið á gestina, þú veist, þannig að þetta gerist út frá því. Einmitt. Þú veist, að ef einhver er að biðja eitthvað, þá viljum við geta orðið við því, skilur. Nema ef það er eitthvað ótrúlega skrítið, skilur. Það viljum við ekki geta orðið við. En þú þarf líka væntanlega að passa að svona standa vörð grunnhugmyndina þína, eða ekki, að þú sért ekki að reyna að geðast öllum. Algjörlega, þess vegna er ég að segja að þetta er bara svona 3%, skilur, við myndum aldrei gera eitthvað sem meikar ekki sens. Þú veist, þegar ég er að tala um að gera hliðasalat, þá er það alltaf í okkar anda, skilur. Okay. Þá erum við bara tilbúin að eiga það, skilur, þá er það ekki bara eitthvað. Þá vitum við, ok, nú er þetta að fara að gerast, þú veist, og við hvernig við að hafa það þannig að make sense hjá okkur, þú veist. Þannig að það er það sem ég er að meina. En þú byrjar að bjóða upp á sushi bara mjög snemma á staðnum, eða ekki? Jú, bara alveg frá fyrsta degi. Og var það ekkert, ég meina, þú treystir alveg til þess að gera það á svona háum skala? Já, ég var sko, þú veist, ég lærði á apótekinu og svo fór ég eftir smá tíma, fekk ég tækifæri að vera á Maru sem var í sama hús og fiskmarkaðurinn er. Manstu þetta honum? Nei. Það var sem sagt Guffi sem átti apótekið, hann vildi opna veitingastað sem var svona sushi-staður. Okay. Og Stixin Sushi var áður í aðstæði 12 okay. Og ég sem sagt fór yfir og fekk að vera þar þótt ég var ekki búin að útskrifast og fekk bara svona svolítið að stjórna veitingastæðnum sem var ótrúlega gaman og ég lærði ekkert smá mikið af því og þá var ég líka að vinna með fólki sem var búið að vera á Stixin Sushi sem var svona fyrsti alvöru sushi staður á Íslandi og ég lærði ótrúlega mikið af þeim og var bara að gera sushi dag og nótt þar og alls konar rétti og ég fekk búa til matseðilinn og panta inn og allt þetta og lærði alveg svakalega mikið, þú veist, og svo þannig ég kunni alveg sushi, skilur, áður en ég gerði þetta. Einmitt. Og svo bara langaði mig óbúslega því að mér sushi bara geggjað, mér finnst það ógeðslega gott og mér finnst gaman að gera það og það er svo fjölbreytt og mann líður vel þegar maður borða sushi og þannig ég hugsaði bara svona, þú veist, á fiskmarkaðnum þú veist, ferskt hráefni, íslenskt, leggjum mikið upp á að hafa íslenskt hráefni og gera sushi bara úr eins miklu íslensku við getum. Já, okay, það var svona pælingin, sko. Svona ykkar snúningur á sushinu. Já, og þannig að það var bara, þú veist, geggjað að gera það. Og það er náttúrulega, kannski líka pælingin er að, þú veist, ef að Japanir koma til Íslands, þá er kannski ekkert voða líklegt að þeir sé að reyna að fá japanskar mat þegar þeir fara út að borða á flottanum fínan íslenskan veitingastæði eða eitthvað. Nei. Vilja er ekki smá svona hint of Iceland í matin? Jú, algjörlega. Þeir finnst mjög gaman að smaka. Og þeir eru rosalega ánægðir með sushi okkar. Er það? Já. Sko, það lítur að vera krafa. Já, það er það nefnilega. Og þetta er alveg svona þjóðaréttur, þú veist, það passi hvað er að gera þannig. Einmitt, þannig að maður bara svona
geðt stoltur þegar þeir eru ánægðir við svo síð. En hvernig það með, getur þú upplýst með hans bara íslenska hráefnið? Þú veist, það oft verið að tala að besti fiskurinn sem veittur á Íslandi, hann fari beint út eða seldur þangað eða þú veist, bara bestu bitarnir fara til Japan í eitthvað sushi þar. Þetta góð afurð? Eitthvað henni í boði á íslenskum veitingastöðum? Hvernig virkar þessi brannsæla? Já, það náttúrulega mikið selt út, þú veist, og við fáum náttúrulega, eins og við erum að kaupa rosa góðan lax, þú veist, og svo náttúrulega þorskurinn, þú veist, það er mikið selt út af honum, en það meira í sjónum, skilur, sem við erum ekkert endilega að fá aðgang að, þú veist, eins og loðuna, ég veit ekki samt hvort að Íslendingar væru tilbúnir að borða það, en hún öll selt bara beint í Japan. Já, og það fór ég inn á í smakk Japan þættinum, til dæmis. En getur þú ekki, veist, hún öll selt, bara ekki í boði fyrir þig að fá skammt á loðnu? Nei, hún bara tekin og selt, bara á vissum tíma. Þegar hrognin eru inn í loðnunni, eitthvað í vissum magni, það alveg, kemur maður frá Japan og að mæla. Nei. Jú, og svo bara leiðunni tilbúin, þá hún öll veitt frist og sendi í Japan. Vá. Og við höfum ekki sens. Í alvörunni? Já. En þá var náttúrulega verið að kaupa hana á alveg þokkalega dýrum prís, eða ekki? Jú, og þetta bara gull út í Japan. Á meðan kannski Íslendingar eru bara svona, veit ekki hvað þeim finnst þetta, sko. Einmitt. Þannig að það líka kannski ástæðan, skilur. Já, einmitt. Að Íslendingar kunni ekki að meta akkurat þetta. En þá nú líka fólk eins og þig til þess að svona, hei, við erum með gull í sjónum, bara þetta þú veist, geggjað. Japanin að kaupa þetta og bara þeir dýrka þetta. Þetta ógeðslega gott. Það komið geðt óvart, sko, þegar ég held að þetta. Er þetta ekki líka svona smá bara það sem búið að gerast á Íslandi að við kunnum ekki að meta það sem við erum með og bara henda einhverjum afgöngum og síðan annað fólk bara, herrið, þetta bara lostætti. Jú, það alveg raunin, sko. Þannig Rúnar Marvinsson var með, var ekki gellurnar og svona, hann svona svolítið kynnti það fyrir Íslendingunum. Einmitt, já. Það maður þurfa að kunna elda þessa svona pasta sem var gellur í dag. Ég sá allavega að Jói Fel var að gera á Instagraminu sínum daginn. Nú, ok, geggja. Eitthvað djúpstekta gellur. Langt síðan ég sé gellur. Já, ég allavega mér finnst það geggja. Messin var alltaf að bjóða upp á þetta. Einmitt. Þetta alveg svona smá erfiðu matur en góður, sko. Einmitt. En það allavega, þú veist, ég út af ég var nefnilega Gísla á hana. Mér er svo gaman líka bara að hann svona, hvað sem að skrá einhvern veginn sögu Íslands í gegnum bara matararfleiðina. Einmitt. Hann að gera alls konar með þessum sem hann var að gera með matur og drykk, finna svona gamlar uppskriftir og gera bara þeim hátt undir höfði. Hann var að tala hana Nönnu Rögnvalds, hún gaf út bók sem heitir, Matarást? Já. Það líka eitthvað bók sem hefur snert þig, eða ekki? Jú, það var einmitt mjög góð saga. Ég fór í útskriftaferð með vinum mínum sem voru að útskrifast úr MR þegar ég var 19 ára. Og vinkonum mínu var eitthvað að segja, ætlar ekki að taka ykkur bók með þér út, eitthvað, og það var hún bara að meina ykkur svona kilju til að lesa. Ég eitthvað, jú, kannski taka ykkur bók, og ég tók sko Matarást með mér út. Og hún örugglega 5 kíló eitthvað, sko, þetta er risabók. Ykkur alfræði orðabók. Þetta bara svo að taka með sér orðabók til Benidorm. Og svo var ég eitthvað að lesa vassmelónur og tómata og eitthvað, þú veist, mjög spes, ég veit ekki af hverju ég tók þessa bók með. En sko þarna ertu heldur ekkert eitthvað, þú veist, þarna ertu ekkert komin á þessa braut sem þú ert á í dag, varandi matreiðsluna eða? Alls ekki, þarna hafði ég ekki hugmynd hvað mér langaði að vera, sko. Já, vel þegar þú varst að pakka niður 5 kíló að bókum mat, þá er ekki hugmynd að vera að stefna á það. Sko. Nei. Hvernig þróast þetta síðan? Ég meina, þarna ertu ekkert búin að ákveða hvað ætlar að gera? Nei. Þú skráði eitthvað eins í hönnun? Já, þarna var ég einmitt í iðnskólanum að læra svona grunnhönnun sem að mér ást mjög skemmtilegt og átti vel við mig, þú veist, en ég var ekkert búin að ákveða hvað ég ætlaði að verða. Og svo bara út af Benidorm, þá var ég eitthvað neginn bara, heyrðu, með þessa bók á ströndinni eitthvað. Bara ég ætla kannski bara að prófa að vera kokkur, þú veist. Bara fór svo heim og reyndi að finna mér samning og bara kýldi á þetta, sko. Ok, vorum við að fara yfir þetta hans áðan. Þú þarft að labba inn á veitingastað og samfara veitingastæðinum að taka þig að sér sem nema. Já, þú getur ekki farið inn í MK og sagt að þú ætlar að vera kokkur. Þú þarft að finna bara veitingastað sem að vill taka þig að sér í 4 ár og þá sækir veitingastæðurinn nemaleyfi fyrir þig. Og þannig það, prósessið þannig og svo sendir veitingastæðurinn nemana í skólan. Þannig að þetta er svona veitingastæðurinn sem ræður ferðin einhvern veginn eða með nemanum með þetta. Og byrjaðu þú þarna á apótekinu? Já. Og þú ert ekkert, ég meina, þú talaði það og mættir aðeins svona smá bara, herru, vilt þú ekki fara bara að gera eitthvað annað út af það var bara svo fáar konur sem voru í þessum hulleggingum? Einmitt. Það var akkurat það, því ég vissi ekkert hvernig ég átti að byrja. Þannig ég hringi upp í MK
og þá segir einmitt konan við mig á skiptiborðinu bara, vilt þú ekki freka vera matatæknir? Og ég var eitthvað, hvað matatæknir? Þú veist, þá sagði hann, já það þú veist, sjókokkur eða svona, það er bara 2 ára nám og þú ertu búin að læra og ég eitthvað, nei, mér langar að vera kokkur, sko. Og hún eitthvað, nei, en matatæknir, var alveg geðveikt að reyna að selja mér að vera matatæknir. Og ég eitthvað, en svo bara hennar hagur í því? Já, ég veit ekki alveg af hverju þetta var. En svo endaði bara með því að ég var engum meira nær og skellilega áskiluru og byrjaði bara að vinna á apótekinu. Þú veist, ég vissi ekkert með þetta nemadæmi. En svo bara byrjaði ég að vinna þar því ég hugsa bara, ok, ég þarf einhvers staðar að byrja. Og svo eftir smá tíma, það var ekki nemaleyfi á apótekinu þá. En yfirkokkurinn þar, hann vissi að mér langaði að læra og hann sótti nema leyfi fyrir mig. Einmitt. Þannig hann, já, ok, þannig að þetta þarf alltaf að fara í gegnum svona prósess, mér er svolítið skemmtilegt, sko. Já, þetta er mjög persónulegt, sko. Já, einmitt, er það ekki? Og bara, þú ert að fá einhvern til þess að sækja fyrir þig. Akkurat. Þú ert að búa til einhver sambönd þarna strax. Já. Og ég meina, þú veist, þú lærir óbúslega mikið á þessu. Af því þú veist, þú ert náttúrulega, ef þú ætlar að vera kokkur, þá ertu svolítið að fara að vinna bara mikið í höndunum með fólki. Þannig að það er svolítið mikilvægt að það sé allt upp á 10. Þú veist, frekar heldur en kannski íslenska og danska, skilur. Þú veist, þannig að þetta er óbúslega mikilvægt að vinna á veitingastað og læra allt þar, að því að vinna umhverfið bara og læra hvernig allt gengur fyrir sig. Þú veist, þetta er svo mikið lið og bara hvernig allt gengur fyrir sig bara kvöldið og þú veist, þú lærir langmest á veitingastaðnum. Einmitt. Og hvernig fílar þið þarna þegar þú ert að byrja á apótekinu? Ertu þarna bara, ok, þetta er eitthvað fyrir mig eða, já, mér langar nú kannski bara aftur í hönnununa? Já, sko, ég hef bara mætti þarna á föstudegi og ég man að við ætlum að halda partí á vinkonum mínum kvöldið og ég vissi náttúrulega ekkert. Ég vissi ekki neitt hvernig það væri. Ég vissi bara ég átti að mæta 10 morguninn. Ég vissi ekki að ég var að fara að búa klukkan 2 nóttina, sko. Ok. Þú veist, ég vissi ekkert að vaktirna væri 14-16 tímar, skilur. Ég var ekki búin að pæla neitt í því. Þú veist, ég hef bara búin að horfa okkur matreiðsluþætti í sjónvarpinu og eitthvað. Lesa matarást. Já, og náttúrulega fara út að borða, en hvernig þetta var bak við tjöldin hafði ég ekki hugmynd sko. Þannig að ég bara einhvern veginn þarna og sogast bara inn í þetta á fyrsta deginum. Og svo kem ég niður eftir vaktina og bara, klukkan 2 nóttina, bara, hvað, þú veist, fattaði ekkit, skilur að þetta væri búið að líða svona hratt. Og tek upp síma minn, bara ótrúlega mikið að missed calls og vinkonum minn hélt partíð, náttúrulega án mín. Og ég alveg, en þarna bara sogaðist ég strax inn í þetta. Og bara, einhvern veginn, fór bara í þennan heim og vinirnir bara biðu í nokkur ár, sko. Hvað er það við þessa, þú veist, af hverju lendir maður í þessari tímavél hérna í eldhúsinu? Er bara svona miklir hasar að maður bara gleymi sér eða? Já, þetta er nefnilega allt öðruvísi heldur en að vera elda bara, þú veist, allan daginn, þú veist, alltaf fyrir eftir hvort það er hádegi eða ekki. Þú veist, þú mætir morguninn, byrjar að undirbúa. Að veitingastæðurinn bjóð upp á hádegismat. Já, þú veist, þá mætir þú bara morguninn og byrjar bara fulla að undirbúa fyrir hádegið, þú veist. Og svo klukkan 11:30 þá bara byrja gestir að koma og þú þarf bara að vera með allt tilbúið. Þannig að ef þú ert ekki tilbúin, þá ertu bara með smá svona adrenalín og ert bara full að hlaupa og þú veist, að því leið og pantaninn að byrja að koma, þú veist, þá verður þú bara að vera tilbúin, sko. Þú veist, og það er mjög erfitt ef það er ekki þannig. Þú veist, þannig að svo stendur þú bara á sama staðnum og ert bara að gera, skilur, þú getur ekkert verið að hlaupa eitthvað út allt að ná í hluti, þá bara eru gestirnir að bíða, skilur. Og svo þú veist, gengur bara hádegi vonandi vel og allir ánægðir og allt það og þá byrjar sko að undirbúa aftur fyrir kvöldið og þá kemur síðan aftur að sama. Já, bara á kvöldin þá er fólk oft, þú veist, að borða meira, þú veist, panta sér fleiri rétti, þannig að kvöldið er miklu lengra, þú veist, og fólk er ekki eins mikið að flýta sér, þannig að það svona er aðeins meiri tími sem gefst, skilur, að gera allt. Þú veist, það er alltaf náttúrulega gert allt eins flott bara og hægt er, en þú veist, svona á kvöldin þá er þetta aðeins svona meira, skilur, degur einhvern veginn í hverjum rétt. Einmitt. Og svo er þetta bara, þú veist, þú ert bara alveg á milljón, þetta er svona adrenalín, skilur, bara, þú veist, rúss einhvern veginn. Ég get að trúa að þetta sé bara svona alls ekki fyrir alla. Já, nei, þetta er alls ekki fyrir alla. Þú veist, þessna er einmitt svona margir sem að eiginlega bara hætta. Já. Það er alveg algengt, sko. En þú bara, þetta mótið, þú bara fannst að þetta væri fyrir þig? Já, ég held að það kom aldrei upp í hausnum á mér að mér langaði þetta. Aldrei hönnunin að banka upp á aftur? Nei, ég hugsaði bara, þú veist, mér finnst það ótrúlega gaman og ég meina, ég náttúrulega fertug í dag og ég get alveg gert kannski eitthvað samhlið, eða skilur, get alveg nýtt það kannski eitthvað seinna, þú veist. Þannig að þú veist, þótt að ég hafi tekið þessa stefnu þarna, það þýðir ekkert eitthvað, ég get ekki gert eitthvað annað síðan seinna, sko. Auðvitað. En ég var meðan Veigar Margeirsson sem er, ég held bara best lýst sem bara tónlistarmaður hérna hjá mér í síðustu viku. Já. Og við vorum aðeins að tala eftir þáttinn að hann var svona að tala að það var oft svona kveikt á einhverju skilningarviti hjá hann sem hann getur ekki slökkt á bara með að heyra hljóma eða hugsa í hljómum og svona vera að smíða einhver tónsmíð í hausnum á sér.
Ég gæti trúið að sé svona svipað í gangi bara með matreiðsluna út af að ég aðeins svona að skjóta það með hönnunina sko, hvort að það hef ekkert langað að fara aftur í það Meina, eins og matreiðsla sé ekki líka gríðaleg hönnun, hvort sem að þú ert að hanna einhverja bragðupplifun eða útlit eða bara svona frá A til Ö einhver framsetning Akkurat, það náttúrulega mjög rétt sem þú ert að segja ég að nýta það sem ég lærði þar einhvern veginn sem ég hef áhuga á og þú veist, þá ég ofta að hugsa bara, hvernig myndi þetta líta best út og auðvitað bragðið, þú veist, maður búin að gera margar rétt í gegnum tíðina, þannig ég svona get búið til bragðið í haustnum, þú veist, hvernig það og þú veist, svo bara einmitt, hvernig þetta á að vera á hvaða disk, þú veist, á ég að búið til einhverja upplifun frekar í kringum þetta, þannig að maður oft alveg heil lengi að, þú veist, búa til eitthvað rétt, sko. Getur búið til bragðið í haustnum? Já. Það eitthvað sem allir kokkar búið yfir? Ég veit ekki hvað það, þú veist, allir gera það, en þú veist, þegar maður búin að smakka eitthvað rosalega oft, sko, þú veist, þá veit ég alveg hvernig það á bragðið og ég get framkallað, þú veist, hérna þetta bragð og þetta bragð og ég svona veit alveg, nei, það mun ekki ganga. Þú veist, ég veit alveg að þetta, ég allir ekki svona prófa það, skilur. Þú veist. Þannig að það vantarlega kemur með reynslunni, en hérna hljómar eins og okkur svona ofurkraftur. Ég elska mig, þú veist, ef ég fer út í búð, þá get ég bara labba svona, þú veist, ef ég að gera fyrir eitthvað sjónvarpsþátt eða eitthvað, þá finnst mér langbest bara að fara út í búð og sjá bara svona í hittunum hvað til þú veist, og ég hef alveg gert heilu seríurnar bara sem ég hef ekkert ákveðið áðurinn fyrir búðina, skilur, hvað ég ætla að gera svo bara kem ég inn í búðina og bara svona, já, þetta og þetta, þetta sniðugt og þú veist, svo blanda ég bara öllu saman í haustnum og svo bara ger ég það heima, skilur og það bara geggjað wow. Þú veist, þá svona einhvern veginn, það kemur bara einmitt í hausuna mér Þetta bara nákvæmlega sama eins og hann Veiga var að tala bara, þú veist, að setja sér framan píanóið það bara svona, já, þessi hljómur og þessi hljómur og þessi hljómur nema þú veist bara að spila á búðarhillunar Nákvæmlega Geggjað og þannig ertu, þú ert greinilega á réttri hillu þú ert að fíla hasa, þú ert að fíla hvernig það að virka þarna en af hverju ákveður að upplifðu þú alltaf bara herri, ok, ég að fíla að vinna þarna en ég að fara að opna minn eigin stað Ég var einmitt sko á apótekinu þá hérna var ég svona horfi kringum mig bara, þú veist, hvað allir að gera, þú veist, af því þú fattar það eiginlega ekkert strax, þú veist, þú bara kemur þarna inn og ert svona einhver partur af þessu liði en svo þú byrjar að líti kringu þig, þú veist, þá eru allir sem að hafa sitt hlutverk, þú veist, og allir eru jafn mikilvægir og allt það, en ég var bara svona, hver langar mig að vera, þú veist, og ég sé, þú veist, Guffa sem eigandinn á apótekinu og ég bara, þú veist, hann einhvern veginn svona með puttan á púlsunum í öllu og mér varst það rosa heillandi þú veist, að geta verið, þú veist, ég horf alltaf á hann og hann bara svona vissi einhvern veginn alltaf hvað allt var að gerast þú veist, þótt að fólk var ekkert endilega að vita að hann væri inn í öllu, skilur þá svona vissi hann alltaf allt og ég bara, ég ætla að vera svona Guffi þú veist, og það þýðir náttúrulega að mér langaði að eiga veitingastað af því mér finnst nefnilega ótrúlega gaman líka að geta verið með puttana í öllu, skilur líka í öllu þjóna hliðinni og þú veist bara, skilur hafa áhrif á allt, já, ég bara í öllu mér finnst það geggjað Og hvernig tekur þú skrefið? Herði, þetta náttúrulega 2007, eftir ég útskrifast, þá fyrir ég að vinna á Sjáakjallaranum sem er veitingastæður sem var mjög vinsæll þá og hann varð 6 ára, nei, ég veit ekki, hann alltaf hann að hætti. Eins og allir aðra staðir. Já, nákvæmlega, og hann var ógeðslega vinsæll og mjög flott lið að vinna þar og ég segi bara við eigandann þar, bara hérna, bara svo vitið að þá langar mig að opna veitingastað, bara fyrsta sem ég geri, bara kem hann inn og bara segi það og hann eitthvað ok og svo ég að vinna og búin að vinna mig síðan upp í að vera yfirkokkur þar. Hvað tekur það langa tíma? Ég var í 3 ára þarna og þannig ég var frekar svona fljótaði einhvern veginn, ég var kannski eftir 1 ár var ég yfirkokkur og svo kemur hann bara til mín allt inn og segir langaði ennþá að opna veitingastað og ég eitthvað, já, mér langaði ekki eftir mikið og þá var hann akkurat að hætta þarna og við förum saman og opnum fiskmarkaðinn 2007 og hann lærið þjótt og við erum saman ennþá í dag í business Og þeir eru þá með fiskmarkaðin og grillmarkaðin saman? Já, og svo erum við líka með Skúla kraftbar. Einmitt. Sem er bar. Já, sem er bar. Ok, og byrju, þú ert hversu gömul þarna? Þarna er ég 27. Alright, og þú ert þarna búin að koma inn í kokkalandsliðið og búin að keppa á einhverjum heimsmeistaramótum og ólympíuleikum. Hvernig eru ólympíuleikar í matreiðslu? Þetta er ógeðslega fyndið. Þetta er sko eins og í fótbolta, þú veist, þá er heimsmeistaramót og ólympíuleikar alltaf á 4 ára fresti til skiptis, þú veist, og ég byrja sem aðstöðumaður í landsliðinu og bara varð ótrúlega fljót einhvern veginn að komast inn í, þú veist, að vera að gera alls konar mikilvæga hluti og svo bara leið og ég útskrifaðist, þá fékk ég boðum að vera með í bara liðinu og þetta tók ég því bara því mér þetta ótrúlega skemmtilegt, en svona keppnir úti, þetta er náttúrulega, maður að búti kalt borð, þú veist, og það núna í dag þá það borðað en í gamla daga út af matasóun, skilurðu, en í gamla daga þá var þetta ekki borðað
þannig að þetta bara, þú ert að búa til 5 rétta matseðil og 3 rétta, 6 rétta grænmetismatseðil, pinnamat, þú ert að búa til svona alls konar dæmi og eitthvað deserta og eitthvað og svo er þetta sett í svona hlaup, og svo er þetta líta vel út bara allan daginn. Svo er þetta dæmt hvort allir séu einsbitarnir, hvort að stærðin sé, hvort að make sense hráefnisvalið, og þú ert kannski alveg í 3 sólarhringa að búa þetta til frá A til Ö. Ég gapandi hérna yfir þessu. Þetta er mjög skrítið, sko. En geggjuvinna og geggja gaman að gera þetta, sko. Þannig að þú ert alls ekki að búa til mat upp á bragðið að gera? Þetta er sko eitt hluturinn af þessu. Þetta er kaldaborðið. Okay. Og þarna að búa þetta til, þetta er svakalega erfitt, sko. Af því að þú þarft alveg að gera, þú ert að hlaupera alla bitana, þú býr til eitthvað svona terrín sem er svona lengi af einhverju, svo skerðu það og ert að passa alla sneiðarna séu eins inni, skilurðu. Og þetta eiga kannski 8 sneiðar af þessu. Svo þarf þetta að kæla þær allar og svo þarf þetta að dýfa því onni í svona hlaup, láta það kólna, svo þarf þetta að hreinsa hlaupkantana utan á og svo þarf þetta að raða þessu á fat, og þetta tekur eiginlega 3 sólarhringa, en þetta þarf þetta að gera fyrir bara heilt borð, sko. Wow. Og þannig ertu ekki að sofa mikið, sko. Nei, einmitt. Þannig að þetta er bara, þetta er bara eins og að vera einhverju módelvinnu, þetta er voða svona fíngert allt sem þú ert að gera, mikla fínhreyfingar og skreitingar og þess aftar. Algjörlega, þetta þarf að vera bara, þú ert bara bara sveittur að gera eitthvað ógeðslega hægt, skilur, og það þarf að vera fullkomið, þú mátt alls ekki missa neitt, það má engin klúðrast, skilur, og þetta er alveg mjög svona, skrítið, þetta tengist eiginlega ekki að borða mat, skilur, þetta er meira svona því allir dómararnir, eins og ég tók líka svona dómararéttindi, en þau eru enda runnin út í dag, maður þarf alltaf að endurnýja það, en ég veit líka hvernig dómaraferlið er, það er að sama, það hafa allir smakkað alls konar, og fólk er með mismunandi bragðlauka líka, því finnst kannski eitthvað geggja gott, sem ég finnst ekki eins gott, þannig að svo erfitt að vera að dæma akkurat þennan mat, sko. Þannig að þetta er meira svona að vera að dæma, bara passa spínat með þessu, veistu hvað ég meina, og líka eins og ef rétturinn er heitur og spínati er eitugrænt, þá gæti það eiginlega ekki verið eitugrænt, út að rétturinn er heitur, þá væri það smá brúnt. Já. Þetta er alveg svona alls konar svona pælingar. Vá, hvað þetta er fyndið. Já. Og er aldrei á neinum tímapunkti eitthvað smakkað? Í þessu var það ekki, þegar ég var í þessu. En svo kemur matarsóun, skilur inn í á seinustu árum, sem er frábært að því ég var alltaf með þetta mjög erfitt. Að vera bara að henda, þetta er alveg marga þjóðir, skilur, henda bara fullt af mat, skilur. Og vantilega bara geða hráefni og... Algjörlega, þetta er bara fullt af geggjur hráefni, og allar æfingarnar og allt sem að var í kringum þetta, en í dag eru allir orðið miklu með þetta og á æfingum er fólk komið að smakka, þannig að þetta er oft gefið einhverjum líka og svo núna er þetta smakkað í dag, í keppnunum og það er selt inn á þessi borð, þannig að þú getur farið og keyptið inn á að borða þennan mat, skilur. Ok, já, það er enda geggjað, ég menna, miða við að þetta var bara allt hlaupgert og hent síðan. Nákvæmlega, þannig að þetta er orðið miklu betra. Okay. En svo er það hinn hliðin og það er sem er svona eðlilegra fyrir flesta kokka og það er hádegismatur fyrir 110 manns, 3 rétta. Og þar er sett upp 2 í forrétt, 2 í aðrétt og 1 í desert og svo er eitt svona team leader sem er svona fyrir utan, að stýra keyslunni. Og þá hefur þau bara 5 tíma til að undirbúa, mátt komið 30% tilbúið allt, þú mátt komið með pillan, humar og búið til deig, en þú verður að baka deigið, á staðnum og þú verður að elda, og svo, þetta heitir bomma, svona pöntun, svo kemur bara bomma alltaf, 5 gestir, 3 gestir, og svo er þessi, kaftinninn, tímlítar, hann er, að stýra, segir bara eitthvað, 8 forréttir, og þá fer forréttaliðið og gerir 8 forrétti, og þetta er svona meira eins og á veitingastað. En byrju þannig að þú setur upp matseðilinn og síðan er það undir, ég meina, síðan er svona prófið í rauninni það hvort þú getur framleitt eftir bómunni. Prófið er svolítið hvernig þú vinnur allan tíman. Það eru eldhúsdómarar, þú ert að hafa bara alveg hreint í kringu þig, þú mátt ekki vera með skít á fötunum skilur, þú ert að vera með hatt, þú ert að vera hreinum skóm, svörtum, þú ert að passa hvað þú setur inn í kælinn, þú mátt ekki henda óþarfa, þú mátt ekki henda bara mat, þú verður að passa afskurðin, þannig að þetta er bara svona endalaust að reglum, bara svona, og svo er prófið líka hversu lengi maturinn er að fara út og þú hvort þetta sé allt eins alltaf og hvort þetta sé rétt eldað, þannig að þetta er svona bara,
stöðuleiki eiginlega í 110 manna hádegismat. Og þannig er rauninni bara svona verið, ég meina þetta er það sem þið eru að gera dagstælega bara í öllum eldhúsum, eða ekki? Jú, rétt. Þannig að það er bara verið að svona dæma einhvern veginn hvernig eldhúsið rönnar hjá okkur. Akkurat. Þannig að þetta er alveg, þess að Ísland hefur alltaf fengið mjög hátt í þessu, af því við erum með rosa flotta veitingastæði. Bara með við önnur lönd með þessu? Við erum með það, bara það er rosa flotti veitingastæðar og góðir fagmenn á Íslandi. Þú veist, þannig að þessi hlið í kokkalandsliðinu hefur alltaf verið mjög góð, sko. Okay. Veist, en það er hin hliðin sem er svona erfiðari. Já, þessi hérna hljómar eins og hún sé svona smá vesen að vera eitthvað að skera þetta niður og hlaupgera og svoleiðis. En þá þegar að þú veist, ég meina, farið þá út og takið með ykkur allan matinn og bara allt landsliðið og er að keppa öll saman í þessu. Já. Og þeir rekið þetta bara eins og landsliðið er bara að hérna keyra á bara heilt eldhús saman. Já, við vorum sko, þú veist það, ég var alltaf 10 ári í þessu, þú veist, og við vorum kannski svona 20 mann sem fórum saman og af því eru kannski 12 í liðinu, þú veist, og svo aðstofamenn og svo fólk í kringum, þú veist, stjórn, klúbb, maturslumeistara og eitthvað þannig sem kemur með og maður er að taka allt, við erum búin að pakka öllu, þú veist, það tekur nokkra daga náttúrulega áður líka að vakuumpakka og setja í fröðurplastskassa og fá leyfi til að senda allan annan mat, þú veist, og meira þess að mánuði áður þá erum við búin að pakka öllum græjum, svona sjokkfristi og einhverjum svona græjum sem við viljum hafa úti, sem er ekki, þú veist, sem er ekki hægt að fá lánað eða eitthvað. Þú veist, þannig að þetta er rosa mál að fara í svona keppni, sko. Já, hvað er mikið sem býr að baki. Já. Ég hef ekki hugmyndum þetta. Og svo kemur maður út og þá fær maður að vera á hóteli og þar eru kannski 2 lið önnur, kannski, þú veist, Þýskaland og eða skilur bara eitthvað 2 önnur lið og við erum sett inn í eitthvað svona eldhús og við fáum að æfa þar. Þannig að þú veist, ég hef alveg farið til einhverja landa sem ég hef aldrei séð, skilur, bara því ég hef bara komið í flugvél, farið inn í þetta hótel, farið inn í þetta eldhús, svo ég bara verið bara í þessu eldhúsi, svo bara fer maður í rútu í höllina sem keppnin er og svo bara keppnið þar og svo fer maður bara á hótel og fyrir að sofa. Þannig þú bara ferðast víða en þetta er bara allt eitthvað eldhús fyrir þér. Nákvæmlega, ég get ekki sagt þér, þú veist, það var einu sinni sem við fórum til Berlín, það var geggjað, af því að þá gátum við ekki farið í flug daginn eftir. Þannig við fengum að vera 2 daga í Berlín. Ok, wow. Og það var, þú veist, það var eina skipti sem við vorum svona, þú veist, fengum aðeins að chilla eftir. Já, einmitt. Þannig að þið eru á hellingsflakki með landsliðinu, þið eru bara að keppa við önnur lönd og fara út allan heim og hérna, reynda bara að vera ná einhverjum hóteleldhúsum, en þeir eru að ferðast. Já, en maður kynntist náttúrulega fullt af fólki líka í bransanum, skilur, og það voru eitthvað partí náttúrulega í höllinni og svona, skilur, maður var bara í þessu, þú veist, ég hefði aldrei, þótt ég hefði haft tíma til að fara kannski að skoða eitthvað, ég veit ekki. Ég hugsa að hausinn á mér hefði ekki getað það, skilur. Maður er bara fókust, skilur, bara eins og í hvaða keppni sem er. Þú ert bara að pæla í þessu. Ok, þannig þetta að vera í þessu landslið, það er ekkert eitthvað sem maður bara tekur léttilega, þú ert að sinna þessu mjög vel. Algjörlega, þú veist, þetta var svakavinna. Og líka allar æfingar fyrir, þú veist, þá er maður á Íslandi og maður þarf að finna tíma þar sem við öll gátum hist, skilur, og það er oft upp í MK eða þá við fórum á Hotel Geysi kannski yfir helgi, þú veist, þannig að við gátum öll verið saman og æft. Og þú veist, þá er það bara sama, bara vakað nætunar, hlaupera, eitthvað, skilur, elda. Wow. Já. Þannig bara hörku vinna að vera í landsliðinu. Ok, wow, þetta er ekkert eins og ég ímynda mér það, sko. Ekki það ég hafi með eitthvað skýra mynda af þessu, en bara ég er svona smá gapandi yfir að þetta sé... En þetta er ótrúlega skemmtilegt, sko. Maður lærði alveg fullt af þessu. Geggjað. Og er þetta þá í rauninni fyrir alla sem eru útskrifaðir matreiðslumeistarar eða kokkar? Sko, þú getur verið matreiðslumaður sem er 4 ára námið og þá bara sækir að vera í landsliðinu og svo er valið í landsliðið. Það er mikill heiður að vera valin í þetta? Algjörlega, mér bara það er mjög flott að fá tækifæri til að vera, en það er líka náttúrulega bara mikilvægt að setja saman rétt lið, þú veist, það get ekki bara verið, það get ekki verið allar stjörnurnar, þú veist, það þarf að vera allur skalinn af fólki, sko, þú veist, þannig að þetta er ótrúlega erfitt líka að setja saman lið sem virkar, þú veist. Og það þarf að vera bara einhver liðstjóri og allt saman? Já, það er alveg þannig. Geggjað. Og þú ert þarna búin að vera í þessu 10 ár, já, en ákveður síðan bara að gefa ekki kostaði lengur? Já, svo bara var ég, var bara komið gott. Það er ekkit allir eitthvað svona ógeðslega lengi í þessu, sko. Sumir taka 1 og 2 keppnir. Áratugur, það er náttúrulega slatti samt. Já, ég fór alveg í einmitt, 2 ólympíuleika og 3 heimsmeistaramót í þessu, sem er alveg meira en margir, eða þú veist, þetta tekur eins og ég er að segja, þú veist, svolítið mikinn tíma. Já. Þannig að þú veist, flestir eru svona 2-3 keppnir, þú veist, í þessu. Ok. En þetta er náttúrulega bara orðin líka nóg að gera hjá þér í þínum eigin rekstri. Já. Hvernig fer þetta stað? Þú opnar þetta 2007, hvernig bara, þetta er þú og hann Gústi sem var á
kjallaranum með þér. Hvernig bara fer þetta stað? Er bara strax mikla vinsældir eða? Sko, það var svona 1 vika, fyrsta vikan, sem var svona bara frekar róleg, en svo bara einhvern veginn bara fór þetta svakalega hratt á stað. Og við vorum bara mjög ánægð með það. Við bjögumstum ekkert endilega við því að það er svona fljótt, sko. Þú veist, en við bara mjög ánægð með þetta. Og það bara byrjaði að koma fullt af fólki í hádeginu og fullt af fólki á kvöldin og allt það. Og þú veist, svo kemur náttúrulega hrunið. Þannig að við erum búin að upplega svolítið margt hérna í þessu. Já, þetta ekki hvað, hrunið 2008, það er náttúrulega verið einhver erfiður tími, sem náttúrulega eldgósið, það er náttúrulega setti strik í reikninginu upp á túristina að gera sem er mjög mikilvægt fyrir ykkur. Já, það var mjög skrítið, sko. Það var eiginlega erfiðar en hrunið, sko. Ok. Þú veist, það var alveg mitt svona bara yfir nótt, bara svipað á COVID, skilur nema bara miklu styttra tímabil. Þú veist, það var það bara yfir nótt bara allt í einu afbókað ógeðslega mikið af fólki, þú veist. Og þið kannski búin að stilla veitingastaðnum aðeins upp svona í áttina að túristónum. Já, það er þannig nefnilega Íslendingar, þú veist, þeir fara opbóðslega mikið út að borða náttúrulega á föstum og lögutum. Svo koma þessi dagar eins og sunnudaga, mánudaga, þessi dagar sem að fólk fer auðvitað, eitthvað út að borða, en það fer ekki náttúrulega jafn mikið eins og föstu og löguta, þú veist. Þannig að þá hafa útlendingarnir alltaf svolítið að vera að fylla upp í það hjá okkur, þú veist. Og áður en útlendingarnir byrja að koma, þá var reksturinn svolítið þannig að það var svona rólegri í miðri viku, svo koma helgarnar alltaf brjálaðar, þú veist, en svo með komu útlendingana, þú veist, þá er reksturinn miklu stöðugri, þú veist, þá er bara hægt að gera ráð fyrir því að það er alltaf sama magn af gestum á hverjum degi, maður það bara panta alltaf sama starfsmannavelta, eða sem starfsmenn á hverju svona vakt og svoleiðis, þú veist, en svo leið og útlendingarnir fara aftur, þá myndast svona smá ójafnvægi, þú veist, í þessu aftur, eins og var í gamla daga, sko. Þannig að það er bara smá öldugangur í trafikkinni hjá okkur. Já, og líka þú veist, það er aðalega bara með að manna vaktir og að kaupa hráefni, þú veist, það er miklu þægilegra, skilur, að geta bara alltaf keypt sama magn af öllu, skilur, að vita bara hvað á að fara, en núna ertu bara hvað verða margir á morgun og þarna þegar eldgos er og bara þegar allir þessi hluti gera, skilur, veist, en auðvitað, núna kunnum við það mjög vel og erum búin að ganga í gegnum þetta allt hérna áður, þannig að það er kostur að vera búin að ganga í gegnum þetta allt. Já, getur gengið bara í gegnum þetta áfram. En þú sem bara Hrefna Sætran, ég meina, ertu búin að geta þér, ertu alveg svona þjóðþekkt nafn þarna á þessum tíma þegar þú opnar fiskmarkaðin? Sko, þetta var einmitt, sko, ég var í þessu landsliði, þú veist, og ég var svona eina konan, þú veist, á þeim tíma. Fékkst ekki alveg svolítið athygli út af það? Jú, ég bara alveg mjög mikla, sko. Það var ekkert mikið af konum akkurat áður í þessu, sko. Þannig að þá var það svolítið svona, fólk vildi vita meira og var ekki búið að fatta það heldur kannski bara sjálft að það væri ekki mikið af konum í kokkinu, sko. Þannig að þá, ég fekk mikla athygli og svo gerði ég líka sjónvarpsþætti þarna í byrjun og bara byrjaði svolítið að gera alls konar sem var svolítið svona út á við. Þannig að þá, fólk vissi alveg hver ég var, einhvern veginn mjög fljótt. Það er svolítið gaman með svona kokkastéttina að það helst mjög hendur að búa til bara alls konar sjónvarpsefni og bara í rauninni efni í kringum matreiðslu. Fólk hefur endalega svona áhuga á því að horfa á eitthvað svona. Akkurat. Og bara eins og að horfa á þig bara búa til eitthvað á Instagram story, þetta er náttúrulega alltaf breytast núna, þetta er ekki bara eitthvað tökulið og stúdíó og sett og einhver svona sjónvarpskokkar, sko. Nú geta allir byrjað að búa til einhver uppskriftir og þess að þar. En þú veist, það er alveg mikill áhugi fyrir að fá þig til þess að fronta þetta á þessum tíma. Og þú ert að, ég meina, þú verður alveg bara þjóðþekkt bara út að þú ert að elda og opna veitingastað. Það var bara, já, þetta bara gekk vel þannig með þetta allt, sko. Ég veit ekki alveg af hverju allir voru svona tjókning. Þú veist, opni fyrir sig, en það var bara ógeðslega gaman og ég bara tók vel í þetta allt og ef einhver hringdi í mig og vildi vita eitthvað þá bara fór ég að tala við fólkið Og var þetta alveg í þínum karakter? Þið langaði alveg að, þú veist, varst bara opin fyrir að búti sjónvarpsþátt og bara kýla á þetta? Já, mér langaði alltaf að gera það, sko. Þú veist, einhvern veginn þegar ég var lítil, þá var ég alltaf með svona kokkaþátt fyrir framan spegilinn á baði, sko. Fyrir þig, einn áhorfandi? Já, bara alltaf eitthvað að segja eitthvað og, þú veist, ég var alltaf að gera eitthvað svona þegar ég var lítil, fannst mjög gaman, þú veist. Svo var ég líka í dansi, sko, þegar ég var lítil, svona performa mikið, þú veist, vera að sýna alls konar og keppa og, þú veist, þannig að mér fannst það ekkert mál að einhvern veginn, þú veist, ég er ógeðslega feimin, en að gera eitthvað svona finnst mér einhvern veginn svona ekkert mál. Þú veist, að fara og þá er ég svona on a mission einhvern veginn að gera þetta, þú veist, að fronta eitthvað, skilurðu. Kom bara í eitthvað hlutverk. Já, mér líður þess að ég sé svona í eitthvað hlutverk í því. Förum aðeins á dansin, þú ert margfaldur Íslandsmeistari í alls konar dansi. Já. Það er ekkert bara einhver einn samkvæmisdans eða neitt svoleiðis, þú varst bara í þessu öllu saman. Gömlu dansarnir og bara, ég veit ekki eins og hvað þetta heitir. Þú byrjar að væntanlega bara kortnunga, ekki? Ég byrjaði sko 4 ára í samkvæmisdansi.
Og þá ertu bara mætt í kjólinn og með dansfélaga og allt svo leis. Já, það var þessi strákur sem ég dansaði við, mamma hans og pabbi minn, þau dönsuðu saman. Já, ok. Þannig að þeim fannst voða sætt að láta okkur dansa saman. Það bara lá beinast við. Já, nákvæmlega. Og en þú veist, dansin, hann svona rosalega einmitt, þú ert að koma fram á allt svo leis, en þetta ekki svolítið stíft? Jú, þetta var náttúrulega, ég var í skóla og svo fór ég í dansskólan og svo fór ég að borða kvöldmat og sofa. Þú veist, þetta var bara, lífið mitt var rosa mikið bara að dansa. En ég vildi hafa það þannig. Þú veist, það var engin einhvern veginn pressa frá öðrum. Þú veist, það kom einhver nýr dans, bara rockdans. Ég vil líka vera rockdans. Þú veist, ég vil vera ballett, ég vil vera jazzballett, þú veist. Ég var bara í öllu dansi. Hvað er rockdans? Það er svona svo rock, svona, þú veist, hoppa svona... Já, ok, alveg ótengt rocki tónlistategundum. Já. Nei, okay. Þetta er svona, þú veist, í svona pilsi og svona, strákurinn tekur svona sveiflaði svona út allt, skilur. Já, ok. Það er svona rockdans. Ok. Og gömlu dansanir. Já, gömlu dansanir, einmitt. Er það ekki, já, ok, minnst það er þetta mjög fyndið. Það var alveg mitt rosa heitt á tímabili. Það var alveg stór keppni í, þú veist, Laugardalsvellinum í gömlu dansunum. Einmitt. Og þú ert þarna sem barn, ég meina, þú veist, varst alveg að finna það í þessu, eða? Já, þetta er náttúrulega bara sama einhvern veginn, þetta er bara nýtt svona munstur og ný spór og eitthvað, þú veist, og það var alveg gaman að breyta til, þú veist, þetta var náttúrulega bara svona með, þú veist, aðal var alltaf samkvæmisdansinn. Ok, þannig það var aðalatriðið. Já, það var alltaf aðal, svo var ég bara, þú veist, hvað sem er í dansskólanum og það var, þú veist, klukkutíma pása eða eitthvað, ég var bara í þessum dans líka og... Tek bara gömlu dansana. Já, tek þetta bara allt. Ok, og hvenær hættur í dansi? Þú veist, var þetta orðið of mikið eða? Ég bara hætti að því ég var unglingur. Það var bara þannig. Hlut að koma að því. Já. Og hvernig skilur við dansin? Var þetta bara góð tími og allt það en bara þótt ekki neitt lengur? Nei, mér finnst þetta bara ógeðslega gaman og bara þetta var bara því ég var algjör gelgja, skilur. Ég bara, mér finnst þetta ekki cool lengur. Hver svona stærstu afrekin í dansinum? Sko, ég ætla varð alveg oft eitthvað svona Íslandsmeistari í 10 dönsum og alls konar og svo fórum við út til Blackpool, þú veist, vorum eina fyrstu pörunum sem voru að fara þangað og ég komst eitthvað aðeins áfram í því, sko. Og svo fórum við á Copenhagen Open sem er keppni út í Danmörku líka og við komumst eitthvað aðeins áfram þar en ekkert á palli en eitt svo les, þú veist. Það er ofta eitthvað líka, þú veist, eins og bara líka í kokkalandsliðinu og allt það, þú veist, þá var maður eitthvað Ísland, nýtt land eitthvað og maður svona að komast inn bara sem land, skilur þú veist, við vorum bara 2 pör sem fórum til Danmörku til dæmis, þú veist, og það var ekkert, þetta var bara svona fyrsta keppnin, skilur En já, ég er bara mjög ánægð með minn dansferil, þú veist, en ég veit ekki nákvæmlega hver stærstu afreikin eru. En honum er lokið, eða hvað? Sko, mér finnst mjög gaman að dansa alveg ennþá. En það er eitt sem er óslega fyndið sem ég gerði. Það var þegar Sigga Beinteins og Gretar Örvas voru með eitla enn. Já. Þá tókum við þátt í keppni í svona lookalike, Sigga Beinteins og Gretar Örvas. Og við unnum þá keppni. Ok. Og fengum að dansa á 17. júní fyrir framan alla, niður í bæ, með þeim. Býtu, hvenær þá? Þetta var bara sama ára og eitla enn var sem ég man ekki nákvæmlega. En við erum að tala fyrir löngu? Já, fyrir löngu. Ok, ég held að það var að taka eitthvað svona comeback. Nei, þetta var bara þegar ég var lítil, skilur. Þá vorum við 17. júní eitthvað að dansa hana. Ok, ég held að þetta var bara núna eitthvað daginn að eitthvað Sigga Beinteins sem við hirtið þér eða eitthvað. Nei, kannski hún heyrir þetta viðtal og nei. Já, allavega, þú veist, hún veit allavega af þér. En ok, þannig að mér finnst, ég nefndi við hann Hauk áðan sem var nemi hjá þér og er kokkur. Hann var að tala um þegar hann kynntist þér að hann er nú alveg svona flúraður og svona svolítið gangster típa og var mikið inn í hiphopinu og hann sagði að þú hefur bara skák og mátað hann og væri algjör hiphop haus og hefur bara jarðað hann í einhverju hiphop umræðu. Af hverju finnst mér það ekki haldast svo mikið inn í gömlu dansana og ballettin? Nákvæmlega, það er mjög góð spurning. Kannski er ég svolítið út allt í alls konar. Herri, ég fekk bara rosa mikið áhuga á hiphop og bara líka, þú veist, ég var lítil, þá var ég að hlusta á eitthvað Public Enemy og svona ung, sko. Þótt ég var í ballett og gömludansum. Þá hlusta ég á Public Enemy, sko, heima. Það þóttu nú frekar hart eða ekki? Jú, og ég bjóð til eitthvað svona dansklúbbi mitt með einhverjum krökkum og varum að hlusta á Public Enemy eitthvað. Eitthvað svona underground krakkarnir úr balletinu. Upp í Breiðholti, sko. Og hvað er svona uppáhaldsbönd all time? Sko, ég elskaði The Roots til dæmis og náttúrulega Notorious B.I.G. og alls konar bara, þú veist, ég er áalveg marga svona sem ég fíla ekki Og er ekki rétt skilja á mér, pappiðin var að reka mótorverslunina? Jú, hann var með hana alveg 30 ár. Sko, nú mann ég ekki alveg nógu vel, ég var það ungur en ég fór átinn og voru ekki selta svona nælur oft. Hvernig nælur? Jú, hann var með alls konar, svo barmerki eitthvað. Já, einmitt, bara svona, stóð eitthvað á þessu og þú gæst bara nælt þessu í allt, bara jakkaðinn og peysur og allt svoleiðis, en þú veist, það var nú líka svona svolítið,
hvað maður að segja, ég ætla ekki að segja röff búð, en þú veist, það var ekki hvernig að lýsa þessu, það var alveg svona einhver rebel stíll yfir fötunum þar. Já. Var það ekki? Jú, það var alltaf svolítið mikið af svona eitthvað sem komst í tísku sem byrjaði þar, það var alveg, ég veist, gegnum tíðina. Já. Eins og svona flaugelisbuxur, útvíða flaugelisbuxur til dæmis og Superman-bólir til dæmis. Nú man ég man svo mikið eftir þess að því ég fekk að fara með pappa eins og til London. Ég veist ekki, það var svona Superman-bólir. Ég bara með Superman-merkinu? Já, þegar það kom sko fyrst, þú veist, það er eiginlega... Það var nýtt einhver tíman? Já, þá var það nýtt sko þar, þú veist, komst í tísku. Ok, þannig að það er kannski ekki langt að sækja í einhver svona, feeling hjá þér? Nei, kannski ekki. Kemur kannski eitthvað aðeins frá honum? Já, algjörlega. Ok, þannig að þú ert eitthvað hybrid af ballettdansara og hip-hop haus, snertir við svona menningarlega séð, en ef við förum aftur að fiskmarkaðanum og því, hvernig kemur til að opna grillmarkaðin? Herri, þetta er, náttúrulega við erum búin að eiga fiskmarkaðin frá 2007 og á fiskmarkaðin þegar við byrjum, þá er það ég og Ágúst og það var einn strákur sem var að læra á sjávarkjallaranum með mér sem heitir Gulli. Og hann kemur yfir á fiskmarkaðin og byrjar þar sem lærðu kokkur. Og hann einmitt svona eitthvað langaði að opna veitingastað, skilurðu. Og við erum eitthvað ok og byrjum að pæla bara í því dálítið fljótt, sko. Þú veist, eitthvað, missum ekki, þú sýnin á fiskmarkaðinum, erum bara svona með þetta svona til hliðar að pæla í ykkur næsta veitingastað. Og vorum bara að hugsa hvernig ættum við að gera það og Gulla langaði að opna veitingastað, þannig að við einhvern veginn ákveðum bara að gera það 3. Þannig að það það ég og Gulli og Gústi sem opnum grillmarkaðin 2011. Einmitt. Þannig að hann fer af fiskmarkaðinu þá og yfir á grillmarkaðin. En jafnvel þó að gósið Eyjafjallajökull hafi verið áfall fyrir ykkur, þá þau samt alveg nokkuð fljóta að opna annan veitingastað. Já. Þetta náttúrulega, þú veist, eins og maður þarf alltaf að passa sem ég að tala með þessa stýringu sem ég að segja áðan, á, þú veist, jöfnu, starfsfólkið, hráefni, innkaup, þú veist, og allt þetta, þannig að einhver viss fastu kostnaður alltaf, en það bara alltaf að passa opaslega vel, skilur. Þú veist, það getur alveg verið ágætt fyrirtæki þótt að sé minna að gera út af gósi, skilur. Þú veist, bara maður passar öll útgjöld og er með puttan og púlsunum í öllu. Þú veist, þessna vil ég alltaf líka vita allt, skilur, með hver í gangi. Og hvernig varst að fíla þig í því bara svona rekstrar hlutverki að vera að reka þessa staði á móti því að vera bara einhver sem að elda? Sko, mér fannst það ótrúlega gaman, þú veist, af því að ég bara það á vel við mig að fá að vera í þessu öllu, þú veist, og hafa svona fjölbreytt eins og að segja með ballett og hip-hop, nei, skilur, þú veist, að vera svona í mörgu. Ég kann mjög vel við mig í því. Að bara ég get svona gert margar hluti í einu og næ alveg að halda utan um það einhvern veginn, þú veist, þannig að ég fíla það vel að geta, þú veist, gert bara ekkert alltaf alla daga eins, skilur. Þannig að það bara mér finnst það rosa gott að líka hella mér út í eitthvað sem ég kann kannski ekki endilega, þú veist, og bara læra það, þú veist. Þannig að, og svo er þetta oft líka bara, þú veist, hvernig, ef maður er inn í öllum hlutunum, þú veist, þá veit maður, hefur maður tilfinninguna fyrir þessu, þú veist, hvernig allt á að vera og hvernig það gengur best upp, sko. En við vorum að ræða þetta náðan, þau eru með hátt í 250 manns á starfsmannaskrá, segir maður ekki? Jú. Já. Var þetta aldrei eitthvað svona ofviða fyrir þér, upplifur það einhvern tímann að þetta væri bara, þetta er nú svolítið mikið hérna sem ég er komin út í? Sko, ég hef ekki upplifað það. Það er einhvern veginn, þú veist, ég er einhvern veginn svona bara alltaf, ok, þetta er verkefni sem er í gangi núna og þá bara helli ég mér í það, þú veist, ég einhvern veginn er ekki að hugsa, þetta er þetta of mikið, þú veist, það er enda líka alveg ókostur, af því ég hef alveg oft, þú veist, verið komin bara með eitthvað allt of mikið í gang, sko, þú veist, en einhvern veginn þá bara næ ég að gera þetta, en ég er að læra það núna með aldrinum, að þú veist, frekar að taka minna að mér og reyna að gera það vel, sko, eða þú veist, ekki að gert það vel áður, skilur. Ég hef bara áttur að gera mjög margt og illa núna. Nei, þú veist, að vera svona að velja, skilur, og þú veist, ná að gera þetta allt bara geggjað, sko. Ég ætlaði að spyrja þig, sko, bara hver væri svona munurinn á þér og einhverjum, það að þú hafi farið úr eldhúsinu og ákveða að opna þinn einn stað og fundið það svona sterkt hjá þig strax og síðan bara einhverjum sem vinnur í eldhúsi undir einhverjum öðrum eins og bara þú gerðir fyrst. Og já, finna svona aðeins að reyna áttum á mununum á einstaklingi sem fer og opna sin eigin stað versus að vinna bara fyrir eitthvað annan, en er það ekki, þú veist nú nokkurn veginn bara búin að lýsa þig, bara þetta er eitthvað sem þið langaði að gera og sást hann Guffa og hvernig hann var að vinna í þessum hlutum, þú fannst það hjá þér, þetta er eitthvað sem þið vildi gera. Jú, það er svolítið þannig, en svo er það líka bara, þú veist, það er ekkit allir sem vilja það einmitt, fara eitthvað að opna eitthvað stað, það er alveg fullt af fólki sem vinnur hjá okkur, sem bara líður vel að vinna hjá okkur og bara sumir vilja bara ekkit endilega gefa mikið af sér og það er allir jafn mikilvægir, skilur. Þú veist, sumir er bara geggja að þessi manneskja, hún bara skilur alltaf sínu og það er alltaf bara upp á 10. Þú veist, ég vill ekkit endilega eitthvað meira frá henni. Þú
og henni líður vel í vinnunni, svo einhver annar sem bara vill endilega vera alltaf að koma með hugmyndir, og þá bara vill maður endilega mjólka þær hugmyndir frá þeirri mannesku, og svo, þetta bara svo ótrúlega mismunandi hvernig fólk sko. Þannig að það alls ekki allir sem að, vilja fara að opna veitingastað, en sumir mitt svona, sem hafa verið vinni hjá okkur alltaf eitthvað svona, já, ég hefði nú gert þetta svona, og með mikla skoðanir á einhverju sem við höfum verið að gera, en svo náttúrulega þegar fólk fer og reynir á það, þá þetta ekkit eins auðvelt á það heldur, sko. Nei, einmitt. Þetta alveg svona, svolítið tough business, sko. Hefur einhvern tímann mist svona ástriðuna fyrir matagerð og þess að það bara að businessin var bara, svona, hann tók einhvern veginn sjarman af þessu? Stundum hafa alveg komið eins og þetta segja með þeir eru svona rosalega margir að vinna, það svolítið mikið af fólki skilur að vinna og þá svolítið mikið af málum sem maður inni, af því að auðvitað ætti maður á þeim tímapunkti, við erum ógeðslega mikið ofta að læra bara eitthvað, við erum kokkar og þjónar, við erum ekki mikið eitthvað viðskiptamentuð eða þannig skilur, þannig að við höfum oft brent okkur á okkur hlutum sem bara, mér finnst það fínt líka að gera það, en þá var svolítið oft komin inn í eitthvað mál, sem og mikil tími búin að fara í alls konar starfsmannamál sem maður ætti kannski ekki að vera inn í og það var svona tímapunkti sem maður var alveg svona, ok, við ættum kannski að reyna að fá okkur svona millilið, skilur, á milli, starfsmannastjóra eða skilur, þannig að það var alveg smá svona tímabil, sem var erfitt að vera, þá nær maður ekki að sinna nógu mikið því að skapa og skilur hvað ég meina. Algjörlega, en það ekki líka bara smá erfitt út að þú ert talað að maður þarf að halda vel utan allan kostnað og þess og þá náttúrulega auðvitað frestast maður til þess að gera allt sjálfur og þarna þá þurftur kannski bara ráða inn í nýja stöðu og þurftur kannski bara viðurkenna fyrir herri ok, það bara of mikið að ég sé að sjá þetta. Já, það alveg, við gerum það alveg sko. Þá hugsa ég bara hvernig virkar þetta best, hvernig hægt að laga þetta skilur og við höfum alltaf, ég hef alltaf hugsað þannig og bara reynda á hverju tímapunkti reynda að finna skilur hvað besta leiðin. Ekkert endilega, þetta alltaf fastmótað svona, það bara hvað vantar mann akkurat núna, skilur. Einmitt. Og fiskmarkarinn og grillmarkarinn, þetta bara svona household names í veitingaflórun á Íslandi. Hvað veldu þið að þetta sé, hvernig duga þessi staðir svona lengi? Hvað einkennir það eiginlega? Ég myndi halda, það að við erum alltaf að búa til eitthvað nýtt og við pössum alltaf upp á líka standardin, skilur. Bara, ég myndi aldrei spara í hráefnið, skilur. Þá ég að meina, ég vil kaupa þetta og auðvitað það dýrt, skilur, en ég vil freka borga eins meira, þótt að setja minni peningur akkur núna, þá mun ég ekki breyta því, skilur. Fólk veit alveg að það gengur að góðum gæðum, og við höfum alltaf lagt mikið upp úr þjónustunni, sem ég var að segja, og fólk einhvern veginn, það veit bara ef það kemur á fiskmarkaðinn og grillmarkaðinn, að þá fær það alltaf góða upplifun, skilur. Þannig að það mér finnst ég heyra það mikið frá fólki, að það bara veit svona að það gengur að því að kvöldi verði gott, sko. Breytir tilkoma bara svona miðlans og TripAdvisor miklu fyrir ykkur? Mjög miklu. Það alveg, það held að gera fyrir alla heiminum, skilur. Það alveg var mjög heitt, ég veit ekki hvernig svona breytast þessi samfélagsmiðlar og allt þetta tölvudæmi svaka mikið. Þetta tölvudæmi og bara, nú það orðið rosalegt, sko. Allir bakendar í Google og eitthvað, þarna, í dag ekki lengur bara nóg að vera með eitthvað geggjað, skilur. Þú þarft einhvern veginn að láta alla vita af því á samfélagsmiðlum líka, skilur. Já, þannig að þetta svolítið að við talum geggjaðan punkt þarna að það bara ekki nóg að skara fram úr og vera bestur í því sem þú ert að gera, það þurfa allir einhvern veginn að vita af því. Já. En það sem gæti eins og gerst að þú gerir eitthvað geggjað og TripAdvisor tekur við í sjálfkrafa þess að notendur fara inn og segja, herri þetta er geggjað, síðan fyrir næsti og hann segir, herri bara, wow, ég smakkaði að þetta er geggjað og það er bara 5 stjörnur, 5 stjörnur, 5 stjörnur. Þú ert ekki líka bara svolítið að treysta á það, grunnurinn sé góður? Jú, af því að, áður en eins og núna alveg þetta Google dæmi og allt það, Instagram, Facebook og það, en TripAdvisor akkurat þess að þú ert að segja. Þannig að við höfum alltaf verið alveg mjög hátt skor þar út að fólk svo ánægt. En það sem ég að meina svona auglýsingar að auglýsa í, að targeta einhvern hóp, skilur, það allir byrjað að gera það náttúrulega, sko. Einmitt. Já, nákvæmlega. Sem bara, þannig að maður veit ekki hvort, og náttúrulega Íslendingar nota ekki TripAdvisor. Nei, einmitt. Þannig að það ekkert, það meira bara að fólk talar sín á milli náttúrulega Og hafið ekki líka samt verið bara, ég meina, hafi ekki Íslendingar verið stór hluti af ykkar viðskiptavinnu? Jú, við erum alveg með rosamarga Íslendinga alveg bara kunna hóp, sko. Sem vantilega skipt miklu bara núna þegar að faraldurinn ríður yfir. Algjörlega. Við erum eins og við vorum reynda búin að loka í hádeginu, en við erum búin að opna aftur í hádeginu, af því að Íslendingarnir, þeir eru mjög, ánægðir að koma í hádeginu á fiskmarkaðinn til dæmis. Einmitt. Getur þú sagt mér aðeins frá því hversu stórir staðir þetta eru, þú varst að tala um að það geti tekið, tvísetið og geti tekið 300 okkar manns á kvöldinu á grillmarkaðnum? Já, það venjulegt svona, hvernig það var fyrir þess að núna COVID, bara hvernig venjulegt kvöld var, það var bara föstudagur og laugardagur voru alltaf 360 gestir, á
grillmarkanum. Það rosalegt magn. Já, og það var bara alltaf, skilur. Og oft 50 dagar líka og alltaf svona 240, 260, þetta var bara alltaf tölunar hjá okkur, sko. Þannig að þegar það minkar síðan niður, skilur, í að með vera 10 manns, það rosa mikið, skilur, fyrir grillmarkaðin, til dæmis. Einmitt. En það annað fyrir stað sem kannski bara með 30 gesti eða eitthvað, veist, og svo með vera 10. Já, einmitt, og síðan eða bara að bjóða upp á takeaway og hvort ekki að missa neitt fólk sem að setjast niður. Nei. Hefur COVID einhverju leyti svona skerpt á því fyrir þig bara hvað þið eru að bjóða upp á? Það núna þegar fólk má ekki fór út að borða og kannski fattar það hverju það var að missa, bara svona sakna þess að hittast og borða og bara, þú veist, ég meina, eiga góða stund saman. Hefur þetta eitthvað breytt hugafærið þínu gagnvart því sem þú ert að gera? Já, ég myndi segja að þetta bara búið að vera einn stærsti skólinn, þú veist, bara hinga til í þessu öllu. Þetta COVID sem við erum ennþá í. Þú veist, þannig að við náttúrulega vissum ekkert hvernig það var þegar þetta var að byrja. Þú veist, maður vissi ekkert hvað var í gangi. Og en við erum búin að læra heldur betur af þessu og búin að taka bara til í öllum rekstrinum og sem að mér finnst það bara gott, sko. Þú veist, ég var að segja það, að vera búin að laga til allt og þú veist, nú erum við með allt alveg á hreinu og bara, þú veist, nú erum við bara að byggja upp, skilur. Þú veist, þannig að við vorum ótrúlega svona, náðum einhvern veginn að gera þetta vel, finnst mér. Já, geggjað. Og tímabilið var ég bara, ok, hvað svo, þú veist, maður vissi ekki neitt, skilur. En eins og staðan núna, þá erum við bara á ágætu róli, skilur við með allt, auðvitað mætti vera betra og svo eru alls konar, þú veist, það alls konar í gangi eins og mætti margir veitingamenn sem vilja hafa alltaf opið lengur, skilur heldur má í dag og það alls konar svona litli hluti sem maður getur pælt í, en just, ég veit ekkert hvað ég get gert í því, þannig að ég bara, þú veist, býð alltaf eftir hvað má vera, skilur. Þú veist, þannig að ég, já. Þú talar eins að bara svona grunnforsenda og myndir aldrei hvað segir maður, kompromæsa hættar nota, enskuður þetta hráefninu, þú myndir aldrei skera þar niður. Þú líka talar á Facebook einhvern tímann að það vilja allir kaupa lífrænt, það vilja allir kaupa beint frá bíli og beint frá bónda og minnka plastnótkun, en það fara síðan bara allir í Costco. Getur aðeins talað þetta? Já, ekkert mál, af því að mér finnst þetta mjög fyndið. Þú veist, það ekkert smá, af því ég bý niður í bæ og með veitingastað niður í bæ og bara elska að vera niður í bæ og búin að vera niður í bæ frá því ég var úlingur og bara allar þessar litlu búðir sem hafa komið, þú veist, og verið niður í bæ og allir bara, vá, þetta er geggjað og þú veist, þá er ég líka að tala bara fólki sem býr niður í bæ, þú veist, allir tala hvað þetta sé geggjað, sé komið og svona en svo bara þessar búðir bara tómar, þú veist, og það enginn að kaupa þarna, þú veist, og fólk bara að kaupa í stórum verslunum sem alltaf lægin á milli, en þú veist, mér er svo mikilvægt að styðja við þetta. Þú veist, og ég reyni til dæmis bara að vesla svolítið niður í bæ, að því ég bý niður í bæ og vera í mínu, skilur, dæmi. En þetta bara einhvern veginn næri ekki að lifa. Þú veist, fiskbúðir, kjötbúðir, Sekæja, organic, heildverslun, hún var geggjuð, þú veist, en hún bara næri ekki að lifa í bænum. Þannig að kannski þegar kemur að því að þetta sem við erum að tala kannski lífrænt eða beint frá bíli eða hvað það það kannski aðeins dýrara og það bara, fólk segist vera til í þetta en séð að kemur að borga þá svona greinilega það ekki alveg þess virði. Já, mér líður þannig. Eða, þú veist, ég held að það sé bara raunin, sko. En hvað getur þú gert til dæmis bara með veitingastæð? Þú ert náttúrulega að kaupa inn kjöt og gremmiti og bara allar matvörur alls þar að. Hvernig reynir þú að hefða þessu þar? Sko, við erum til dæmis, bara sem ég er ótrúlega stolt af og gaman skildi koma inn á þetta, en eins og með kjöt, íslensk kjöt, þú veist, það er náttúrulega bara í gegnum tíðina, þá hefur nautakjöt, þú veist, ekkert íslensk nautakjöt hefur verið eitthvað talið eitthvað geggja kjöt, en núna undanfarin ár er búið að vera rosalega góð þróun í, þú veist, bara hjá bændum að rækta nautgripi til manneldið, skilur. Þú veist, þannig að við erum búin að vera eins og grillmarkanum, alveg höfum lagt mikla áherslu á það að kaupa bara íslensk kjöt og höfum alltaf verið að reyna að finna bestu bændurnar og láta þá aðeins svona gefa nautgripunum aðeins meira að borða, skilur, þannig að fitan komi inn í kjötið og það er búið að vera rosa mikil vinna í gegnum árin að ná því í gegn, þú veist, af því að í gamla daga þá er alltaf, þú veist, alltaf borga fyrir hvað þú færð, þegar þú vigta dýrið, hvað þú færð mikið pening og þá er alltaf bara dýrunum ekki gefið neitt að borða, bara eitthvað gras, skilur, svo í lokin þá er þeim gefið ósla mikið, þannig að fitan fer bara utan á kjötið, skilur. Og þá er bara dýri orðið þyngra og þá færði meiri pening. Og þetta bara hefur alltaf tíðkast og ekkert að því skilur einhvern veginn þannig. En svo er búið að breyta þessu undanfarin ár og í dag þá eru komin þessir bóndabæir. En svo við erum núna að kaupa frá bóndabæir sem heitir Miðey og þú veist, þá erum við náttúrulega að kaupa dýrara kjöt. Af því það er bara dýrara að búa þetta til, þetta kjöt. Og þetta er bara alveg á par við, skilur, erlent svona marbúlt, svona geggja kjöt, sko. Og þetta er bara, við erum að kaupa alltaf dýrara og við erum samt að reyna að leggja eins lítið og við getum á það, en erum, skilur, fáum bara enga rétt á að kaupa þetta kjöt.
veist, og það er miklu auðveldara að ringja bara í einhverja heildverslun og segja, ég ætla að fá þú veist, þetta nautakjöt bara sem er örugglega helmingi ódýrara, skilurðu, en við viljum ekki gera það, skilurðu. Þið viljið það bara, þið viljið ekki skera niður á gæðunum og líka það bara styðja við þessa framleiðslu. Akkurat, þú veist, og við erum, þú veist, það er eins og fólk pælir oft ekki í því, þú veist, það er að fara á veitingastað á Íslandi, bara hvaðan hráefni skilurðu. Þú veist, eins og þú getur fara á fullt af veitingastöðum og ef þú spyrð, skilurðu, hvaðan þetta nautakjöt, það er alveg margir sem örugglega flestir sem segja ekki Ísland, skilurðu. En er líka mikilvægt út á að tala að það sé rækta til manneldis, hvað þýðir það? Er það bara hvað kjötinu gefið að borða bara yfir sína ævi eða? Já, þá er það, þú veist, að því það er oft svona mjólkurbú, þú veist, og þá er nautgripa framleiðslan hefur verið svona hliðarafurð af mjólkurbúi, en núna í dag er þetta bara, þú veist, eins og miðei, það er bara verið að rækta nautgripi til að búa til gott kjöt. Þú veist, þannig að þeim er bara gefið spes, korn og alls konar, skilurðu, og það er engin sýkla lyf, þú veist, það er ekkert viðbætt, þetta er alveg bara útpælt allt, skilur, fer sem að nautið borðar, skilur, alveg alla sína ævi og svo bara þegar það komið að því, þá náttúrulega er það bara geggjakjöt. Pælið þú eitthvað í því sem kokkur bara svona næringarfræðilega hlutanum, hvað var það bara heilsu og aukaefni og þess að það sem þeir eru að bjóða upp á í matnum ykkar, er það eitthvað skona, rata það inn á þitt áhugasvið? Já, ég hef mjög mikið áhuga á því, þú veist, ég sjálf bara reyna alltaf að borða mjög, bara hugsa mikið hvað ég borða, sko, og svo náttúrulega, þú veist, þegar þú ert að fara út að borða, þá náttúrulega ertu kannski ekki endilega að eitthvað passa svaka, skilurðu, þú veist, auðvitað að fara út að borða mikið kaloríum oft, skilurðu, þú veist, þannig að auðvitað við erum alltaf að passa náttúrulega með grænmeti og allt það, sko, að hafa það í einhverju svona jafnvægi, sko. Ég er líka bara að hugsa upp á svona, þú veist, að hlutir séu lífrænir, þú veist, að segja svo mikið að veitingastæðir, býst ég við, að veitingastæðir séu að velja í takt við þetta og eins og þeir að gera við að kaupa þarna frá miðei og þú veist, bara eins með, þú veist, ég hef heyrt að bransin í kringum allar óljur, þú veist, það er hægt að skera niður kostnað svo auðveldlega með því bara að nota lakara hráefni og ég býst við að bara það sé svona smá. Mér þætti allan cool ef að veitingastæði myndi sína einhverja ábyrgð í því og bara, nei, við skerum ekkert niður þarna á, en það er bara hrottaleg pressa, sérstaklega það ríður bara yfir einhver heimsfaraldur og það er bara erfitt að reksturinn er erfiður að auðvitað reyna þá að skera niður einhver staðar. En sko, ég skal alveg segja það að við höfum ekki breytt neinu hráefni og við reynum alltaf að kaupa, þú veist, lífrænt og gott og allt það sem við getum, þú veist, og frekar þá kaupum við ekki eitthvað eitt sem er ógeðslega dýrt, veist hvað ég meina. Þú segir bara eins og hindber eru mjög dýr. Þá frekar kaupum við bláber. Þú veist, frekar gerum við það heldur en að fara að kaupa léleg hindber. Einmitt. Þú veist, ég myndi alltaf gera það. Okay. Og við höfum verið í svona samvinnu við alls konar bændur og við erum að kaupa besta laxinn, þú veist, og við pössum rosalega mikið upp á þetta. Já, geðveikt. Ert þú ekki líka veiðalax sjálf við? Jú, ég hef daldið í því. Þú ert með alls konar áhugamál. Já, mikið rétt. Hvernig er laxveiðin eða? Mér finnst það bara mjög skemmtilegt. Það var einmitt svona, byrjaði, þú veist, að því allir strákarnir voru alltaf að fara að veiða. Já. Og ég var bara eitthvað, af hverju er ég ein akkurat núna í vinnunni í dag? Bara hvar eru allir? Og ég bara, ok, nú langar mig bara að fara að veiða, sko. Og byrjaði að veiða með þeim og það var bara ótrúlega gaman. Og mér finnst líka gaman að fara bara og vera úti í náttúrunni, þú veist, og bara hafa gaman. Maður er ekkert eitthvað sitjandi í 12 tíma einhverstaðar úti í sveit venjulega, skilurðu, nema maður sem er veiðistöng. Einmitt. Ertu alveg aktív við það? Ertu með alls konar svona áhugamál? Þú varst upp á steini í ger? Já, einmitt. Ég mist mjög gaman að hreyfa mig. Það er alveg svona, mér finnst það mjög mikilvægt. Ég þarf að gera eitthvað svoleiðis á hverjum degi. Og ég er í kraftliftingum. Ertu í kraftliftingum? Hvar? Út á Nesi, hjá Ingimundi. Já, einmitt. Geðveikt. Hvernig ertu að fíla það? Mér finnst það geðveikt. Ég byrjaði bara núna í september seinast, en ég er búin að vera leiðin í mörg ár að gera það. Okay. Að ég vissi leiðin myndi byrja á því að það væri svona eitthvað sem ég myndi elska. Ok, hvað var það sem heillaði? Bara, þú veist, ég menna, þetta er algjört jaðarsport, sko, þetta er allt annað en að byrja bara eitthvað svona eins í fótbolta eða eitthvað innan hús dæmi, þú veist, kraftliftingar er alveg eitthvað sem bara þú ert að læra alveg frá grunni. Einmitt, þetta er alveg bara, mist ógeðslega gaman hvað þetta er svona mikil tækni við þetta, þú veist, og svo finnst mér þetta ótrúlega mikið svona, þú veist, þetta er svona myndtími og ég er eitthvað svona ein með þessari stöng og bara að fara að ná einhverju markmið sem að, þú veist, mist ógeðslega gaman að keppa, þú veist, þannig ég er svolítið að keppa við mig, þú veist, og ég er bara eitthvað svona, í dag ætla ég að gera þetta og svo er ég að bæta mig og gera þetta betur og ég fíla það líka, þú veist, þegar hann segir eitthvað svona, þetta er ekki nógu gott, þá vil ég bæta mig, þú veist, þetta er svona, ég er ekki endilega að fara eitthvað endilega að keppi í þessu, skilur, ég er ekki komin allavega þangað, sem segir samt ekki nei, sko, en
þú veist, mér finnst gaman að hafa eitthvað svona markmið, þú veist, og mér finnst þetta líka svolítið svona eins og smá hugleiðsla, þú veist, að vera bara eitthvað, þú veist, og bara eitthvað svona anda og gera þetta hægt eitthvað svo hratt og ég veit ekki, þú veist, það bara gefur mér ógeðslega mikið. Gekkja, og líka náttúrulega stöngin er svo harður húsbóndi sko, út af því að ef þú ert til dæmis byrja að byggja þig upp í áttina að einhverju markmiði, segjum ætlar að ná 100 kíló í einhverju, að sko, þú veist, ef þú ætlar að gefa afslátt einhvern veginn af æfingum með svoleiðis og síðan ætlar að reyna að ná þessum 100 kílóum, þá bara getur þú gleymt því. Það er bara, þú veist, ef þú ert með eitthvað markmið, þá verður að vinna því og stöngin er að fara að láta þig vita hvort þú sért að bæta þig eða ekki. Nákvæmlega. Það virkar fyrir þinn haus. Já, algjörlega. Geðveikt. Og varstu ekki líka í einhverju kickboxi? Jú, ég hef líka verið ég var í Mjölninni smá. Já, ok. Ég var í nokkur ár þar. Þá var ég bara í alls konar. Fór í kickbox og já, var ég líka í Víkingaþrekinu og þá einmitt var ég eitthvað að lyfta stöngum þar. Þú veist, eitthvað svona eins og var með eitthvað ketilbjöllu og svo var ég að gera svona deadlifts og ég hafði aldrei gert það einhvern veginn í lífinu áður. En ég var bara eitthvað, vá, mér finnst þetta ótrúlega heillandi. Og byrjaði eitthvað að kynna mér þessar kraftliftingar en tók smá tíma að fara og byrja á því, sko. Einmitt. Það er svona eins og hafi verið smá bara stangarhræðsla, sérstaklega á konum bara í gegnum árin á Íslandi. Einmitt. Og kannski með svona tilkomu crossfit. En það er rosa marga vinkonum mína sem eru bara eitthvað svona, ég vil ekki fá vöðva. Já, þetta er nákvæmlega það. Já, og ég bara eitthvað, þú færði ekkert meiri vöðva en líka með en getur fengið, skilur, nema þú allir að fara eitthvað ólöglega leiðir, skilur, ég veit ekki af hverju fólk er svona hræði á, þú veist. Ég bara, þú verður bara, þú veist, mér líður óbúslega vel líka í líkamannum, þú veist, ég finn það bara, hvað ég er einhvern veginn svona í réttri stöðu og ég ber mig einhvern veginn betur, þú veist, ég er bara einhvern veginn, ég veit ekki, þetta virkar ótrúlega vel, bara, ég held að þetta sé rosa gott fyrir alla. Geðveikt. Er það rétt skiljið á mér að þú sért, sko, ekki Búdda trúa, en þú svona iðkir búddisma einhverju leyti? Ekki alveg beint, sko, en ég er ekki sem sagt skráð í þjóðkirkjuna og maður minn trúleysingi, en við sem sagt giftum okkur í ásatrúasið, þú veist, bara til að gera eitthvað til að hafa einhverja athöfn, sko og þú veist, börnin okkar eru nefnd í ásatrú og ég hef mikið pælt í búddatrú, þú veist, og var eitthvað svona pæla hvort ég ætti að vera í engu eða skrá mig í það en ég hef einhvern veginn ekki samt gert það, þú veist, ég hef bara frekar ekki skráðið neitt, sko. En er það eitthvað svona, eitthvað tengt búddisma eða þess að það, þú veist, ekkert, auðvist eins og bara, ég meina, gildin í tengslum við þá trú eða svona hugleiðsla þess að það út á konstæðin svona það áðan, það er ekkert eitthvað svona sem að þú ert að yrka? Sko, ég er búin að taka líka svona jógakennari nám. Í alvörunni? Já, ég er kundalíni jógakennari. Ok. En ég tók það bara svona, ég er svolítið svona, tek oft svona skorpur í einhverju og þú veist, svo tek ég bara eitthvað sem ég lærði í því og nýti það áfram, skilur, í lífinu. Ég er ekkert endilega, þú veist, ég tók þetta tímabil sem ég var bara all in, ég var með þess að kenna, skilur, þú veist, ég bara fór all in í þetta og ég var að kenna, sko, á, í jógasetrinu klukkan 6 á morgnana á föstudögum í 2,5 tíma, svona hugleiðslu tíma. Alla föstudag, gera þetta bara heilengi, sko. Og meðan þú varst í rekstri og öllu? Já, þetta var bara fyrir 3 árum eða eitthvað. Ok. Og þú veist, þá fór ég bara svona all in í þetta og ég lærði ótrúlega mikið, bara, þú veist, gaf mér rosa mikið, en svo bara kemur eitthvað svona tímapunktur þar sem ég svona, þú veist, ég er ekki alveg svona all in lengur, en ég lærði ótrúlega margt og tek þetta með mér í lífið, skilurðu, og eins og bara að lifta, þá nota ég vissa hluti sem ég lærði í þessu. Og þú veist, svo fyrir ég fjallgöngu, þá er ég svona einhvern veginn að vera svona í smá einhverju svona hugleiðslu feeling á leiðinni, skilurðu. Vá, ég fíla þetta. Já. Og, en út af nefndi kundalíni, er kundalíni jóga? Það er nefnilega meira svona hugleiðslu dæmi. Þú veist, þá ertu í svona endurtekningum á alls konar hlutum, þú veist, og þá, það er svolítið svona þol sem þú ert að hafa í sko að nenna og að gera, skilurðu. Okay. Af því það er alveg svona hugleiðsla, þú veist, ég var að gera einhverjar hugleiðslur, þú veist, alveg 20 mínútur á hverjum degi í alveg marga daga og meira. Svo eru svona dagar þar sem þú ert alveg í 8 klukkutíma kannski bara að hugleiða, skilurðu. Hefur þú tekið svoleiðis daga? Já, 2 svar. Vá, er það bara, krakkarnir í skólan og ef þú komist nefna heim, láta það með mig í frið. Þetta var eitthvað svona laugadagur og þú veist, þetta var svona í hóp, skilurðu. Þú veist, þetta var partur af náminu, sko. En þú veist, þetta er bara svona þjálfun og æfing, skilurðu. Maður bara svona þarf að þjálfa hugan alltaf upp í þetta. Hvað tekur út af þessu? Þetta er bara það að vera í, þú veist, ég næ ótrúlega fljótt svona huganum í þetta hugleiðslu ástand, þú veist, að hafa hugleitt x mikið, þá einhvern veginn nær maður, þú veist, að komast í það ástand einhvern veginn, skilurðu, fyrr. Bara svona til þess að bera þið saman við Arnold Schwarzenegger, þá var hann einmitt að tala um að hann stundaði svona transcendental meditation
alla morgna og kvöld í 1 ár og hann talaði þú veist, og alltaf spurði, já ok, og akkur hættur og bara, ég var búin að læra það sem ég þurfti að læra bara, nú tek ég það út og ég nota það, þú veist, dagstæðlega ég stundi þetta ekki á morgna og kvölds en ég tók eitthvað úr þessu sem að ég nýti mér ennþá. Ég tengi við það, þú veist, þetta svona einhvern veginn, ég bara tók all in, bara, ég var rosalega mikið í þessu, bara fannst þetta geggjað og var bara að vakna alltaf klukkan 6, fór í kaldasturt, eitthvað skilur eins og allir gera þarna í þessu og hérna var bara geggjað mikið í þessu og svo bara kom einhver svona punktur sem ég var bara svona, nú ég bara komið með það sem mér vantaði, þú veist, ég nenni ekki alltaf að vera í þessu, en þú veist, svo finnst mér líka bara það að þú býrð til svona þína rútínu, þú veist, ég fíla, þú veist, að hugleiða, þú veist, ég fíla kraftlýtingar og ég ætla bara að blanda því saman, þú veist, það er bara mitt, þú veist. Fíla ballett og fílar hip-hop og blandar þessu saman. En eins og hugleyslan, var það eitthvað svona sem að ég, þú veist, hérna, beini mér af þessari braut og ég er að fara í vitlaus átt, en þú veist, mikið í gangi hjá þér, tekur þið mikið fyrir hendur, var hugleyslan eitthvað svona tæki sem þú þurftir eða varstu, hérna, leitaðir í þetta út af því að þú vildir ná einhverju, hvað langaði í með því að fara inn í hugleysluna? Sko, mér langaði, að því ég er alveg svona, hausinn á mér er alveg mikið út allt, skilur. Þannig að mér langaði svona einhvern veginn að reyna að ná meiri stjórn á hugsunum, skilur. Að því að maður getur oft verið bara komin eitthvað allt annað, skilur, í hausnum heldur en maður á að vera. Og ef maður hugleiðir, þá einhvern veginn nær maður að vera meira á staðnum, þú veist. Og það er oft sagt, þú veist, ef þú hefur ekki tíma til að hugleiða, þá áttu að hugleiða meira. Þú veist, þannig að það er bara mjög rétt einhvern veginn að gera það. En svo hef ég líka lesið að ef maður vaknar á mótnana og bara byrjar að lesa bók, að það sé alveg geggjað, þú veist, fyrir heilan. Mér langar svolítið að gera það. Ég ætla að gera það næst. Frekar heldur en að byrja strax í einhverjum tölvupóstum eða kíkja á síman og þess að þar. Og byrja bara að lesa eitthvað, bara það að byrja daginn á því að lesa, það einhvern veginn gefur heilanum þú svona gott forskot á daginn. Ertu amanneskja eða? Í dag, já. Varstu það ekki? Nei, ég var alveg rosa mikið bjö. Ég bara fór eiginlega, þú veist, bara svo þegar ég kynntist mannurinn mínum og hann ætlaði að fara að sofa klukkan 11, ég var bara 11. Bara, þú veist, ég fer að sofa 2-3 sko, bara í fyrsta lagi. Þú veist, þannig að, og svo fór ég þetta jógadæmi og þá náttúrulega, ég vissi ekki að maður geti breytt, skilur. Ég hélt bara að ég yrði alltaf bjömanneskja og bara var alveg viss það. Og einmitt að þú væri bara bjömanneskja. Ég bara hélt ég væri bara bjömanneskja, þú veist, og bara, mér ást óslega, ég hló alveg bara fólki sem bara, ætla að fara að sofa klukkan 10, eins og það var óslega skrítið. Þú veist, en hérna, svo lærði ég bara í þessu jógadæmi, þú veist, að ég gat bara að vakna klukkan 6 og mér varst það bara geggjað, þú veist, og ég einhvern veginn byrjaði að reyna að fara fyrir að sofa og bara náði einhvern veginn að venja mig á það. Og hérna, hver er að kenna þér allt þetta tengslu við þetta jóga? Fórstu út eða lærðu þetta heima? Nei, ég var bara í jógasetrinu, hérna hjá Auði. Geðveikt. Og byrjaði síðan að kenna þar sjálf? Já, svo fekk ég bara hérna vantaði einhvern í þetta verkefni og ég veit ekki okkur. Ok, þú virðist fara all in í hlutina sem þú tekuði fyrir hendur. Já, þetta aldrei. Eitt með, hérna, ég var að hugsa út að hérna, andstæðarnar í samkvæmistöðsunum og síðan hiphopinu og öllu þessu. Já. Er ekki smá svona, þú veist, þú ert með þessa flottu veitingastæði og síðan hannar pítsu fyrir Dominos líka. Já. Er það ekki líka smá svona skemmtilega andstæða sem er samt true to character hjá þér? Jú, það er það. Ég man, þú veist, fyrst þegar ég spurði mig þetta, þú veist, þá var ég bara, mér finnst nefnilega ótrúlega gaman líka í svona góðgerðarstarfsemi. Þú veist, það er eiginlega bara svona, þú veist, ég er í hringnum líka hérna, Barnaspítalar hringsins, kvenfélaginu, og þú veist, mér finnst það ótrúlega gaman og gefandi að vera að vinna í því og svo fæ ég hérna tækifæri til að taka þátt í Dominos-pítsunni og það er bara fullt af pening sem safnast fyrir þetta og ég bara sign me, þú veist, skilur, ég meðast þetta bara svona, það fannst mér rosalega gott líka. En fattar það sem ég er að fara með að þú veist, að þú ert hérna þessi virti kokkur og matræslu meistari og þú ert beðinn að gera pítsu. Já, einmitt. Er það ekkert eitthvað svona fyrir neðan þína virðingu? Nei, mér finnst það ekki. Mér finnst bara gaman að gera alls konar. Þú veist, það er bara, þú veist, mér finnst það bara svona að fá að vera í alls konar verkefnum, það gefur mér óslega mikið. Ok, þú ert til að gera alls konar, en af hverju þú bannað að nota rjóma þegar maður gerir carbonara? Það er bara, þá ekki gera það er bara bannað. Hvað gerir maður þá? Sko eggin, þú veist, þau eru svona creamy, þú veist, eins og rjómi og þú veist, eins og þú setur parmesanost og egg og þau, þú veist, horfið bara á þetta gerast og þá verður þetta bara svona, þú veist, þetta er svolítið íslenskt sem er ekkert að, ég er ekki eitthvað, hérna, setja út á eitthvað mat, ég elska bara mat sem annað fólk gerir og allt það, en þú veist, að hella alltaf svona rjóma út á pasta, það er smá svona sér íslensk, sko. Er það? Já. En er það ekki eitthvað svona sem er tekið smá frá Frakklandi eða eitthvað svoleiðis? Ég fann alltaf rosa rjómi þar, sko. En þú veist, bara á Ítalíu sem er alltaf svona pasta, þú veist, bara, þú veist, mekka pasta, þú veist, það er bara geggja pasta, ógeðslega gott hráefni, parmesanosturinn, þú veist, þetta fær alltaf njóta sín, ótrúlega einföld hráefni og, þú veist,
bara geggja næs. Rjóminn smá svona coverar mann. Það er alltaf hægt að hella rjóma og þá verður þetta pottið gott. Þetta er alveg þannig, sko. Þetta er eins og líka baconið aldrei þannig. Þú veist, þetta bacon í eitthvað, það bara, fólk elskar það. Já, einmitt. Og það er ekki líka oft talað bara svona ólífólíu og salt, þú veist, það er alltaf að fara að gera allt betra. Það er bara svona challenge að pröfa að nota ekki ólífólíu og salt. Einmitt, það geggja líka. Einmitt. Þú sagðir áðan að mér finnst eitthvað gott sem þér finnst ekki gott eða öfugt. Ert þú með eitthvað svoleiðis mat? Sem mér finnst ekki gott? Nei, sem þér finnst gott og öðrum finnst ekki. Pottþétt, sko. Nú man ég ekki nákvæmlega. Sko, ég er svo lítið matvönd. Þú veist, ég bara einhvern veginn, þú veist, mér finnst bara óslega gaman að smakka alls konar og þú veist, en það er aðalega ef það er ekki gott hráefni sem ég er svona eitthvað, veist hvað ég meina? Ok. Þú veist, þannig að þetta er svolítið svona léleg útgáfa af mat þá. Það er eiginlega þannig, já. Þú veist, ef það er ekki ég finn oft svona bara bragðið af það var ekki alveg nógu gott hráefni, en hugsunum á bak við það er kannski alveg fín og skilur. Falleg hugsun, en ekki gott bragð. Ok, og þú náttúrulega búin að hugsa hvernig bragðið er áður en að smakkar þetta? Nákvæmlega, það er svolítið sem gerist hjá mig líka stundum. Þá er ég bara svona, já, þetta er svona bragðið. Svo bara, nei, eitthvað. Þetta er ekki alveg, léleg hráefni þarna. Herra Hrefna, loka spurning, hver er uppáhalds svona, hvað segir maður, kokka bíómynd sem þú átt, eða þættir? Herðu, það er Ratatouille. Í alvörunni? Já, þú valdi bara teiknimynd? Lang besta. Það er eina kokka bíómyndin sem er í alvörunni eins og þetta er. Í alvörunni? Ég hef ekki séð hana, sko. Í alvöru? Já. Við fórum í hópferð á hana fyrir kokka saman og fengum öll tár í augun. Í teiknimynd? Já. Geggjað. Hefurðu séð Chef myndina? Sem hann er í fúdtruckinum. Já, einmitt. Það er ógeðslega fyndið því að það er búið að taka svona staðaltýpa kokkur með svona tattoo og höndunum eitthvað og það er alveg búið að kynna sér mjög vel reyndar bakgrunnin á bransanum það líka. Já, og hann var með hann sem bjóð til hann Jon Favreau hann bjóð til síðan svona sjónvarpsseríu í kjölfarið sem er á Netflix, þar sem hann er að hann fer og heimsækir kokkana sem aðstofa hann við hvern og einn rétt og þeir fara og gera eitthvað svona skemmtilegt og þeir eru að heimsækja bakari og það eru að búa til eitthvað croissant og eitthvað svoleiðis. Ég hef séð þetta á Netflix en ég held bara alltaf að þetta væri bíómyndin. Nei, þú ætla að fara að tjekka á þessu betur. Þetta er mjög skemmtilegt og þeir eru bara svona mjög snarpir, stuttir og bara ég mæli klálega með þessu. En þessi mynd sem þú ert að segja, hún er líka mjög svona real. Já, ok. En það er mjög margar sem eru eins og læknar að horfa á, þú veist, einhverjar svona þætti. Einmitt. Þetta er bara það sama, sko. Já, einmitt. Þetta er kannski, þegar þú segir að þetta var svona svolítið staðaltípulegt, sko. Já, elskar hnífinn sinn með eitthvað svona tattoo og hníf og eitthvað. En mér fannst það svo skemmtilegt, sko, að svona þessi geggjaði kokkur einhvern veginn og svona virtur og á að reka flottan stað og Michelin stjörnu væpið og allt þetta og fer yfir í foodtruckin. Mér finnst það svona mér finnst alltaf cool að enginn sé yfir það hafður eins og þú bara búið til pítsu þurfa ekki að vera yfir það hafinn þó svo að sé svona voða mikill elegans yfir fine dining heiminum líka. Þá bara tekur það með þér yfir í foodtruckin. Nákvæmlega. Gegja. Herðu, Hrefna Sætran, hvar finnir maður þig? Þú ert alveg virka á samfélagsmiðlum, þú ert að deila uppskriftum og matreiðslu, hvað segir maður, fróðleik á Instagram, já, Facebook. Hrefna Sætran. Bara Hrefna Sætran á báðu, sko. Á báðu? Og síðan finnir maður þig nú kannski á veitingastöðunum líka. Mikið rétt. Og á barnum, Skúla Kraftbar. Skúla Kraftbar. Má það opna núna? Hann opnaði í gær. Hann opnaði í gær? Já. Frábært. Búin að vera lokaður 9 mánuði. Geggjað. Æðislegt. En núna er bara sömu takmarkanir á veitingastöðunum, þannig að... Geðvægt, nú er það bara upp á því. Nákvæmlega. Hrefna Sætran, virkilega gaman að fá því. Takk hérlega fyrir að koma. Takk sem þið.